Eftir 14 mínútur hefst keppni í langstökki kvenna. Nú Hafdís á besta skráða árangur hér í langstökki kvenna í dag og má segja samt að það sé ekki langt í þá næstu því að Hafdís kemur hérna inn á mótið með þá 6:49 sem hún er búin að stökkva tvisvar sinnum á þessu ári. Hún þarf að stökkva 6:50 til þess að tryggja sér keppnisrétt á Evrópumeistaramótinu innanhúss í Glasgow sem að framfer í byrjun mars. En ég ætlaði að segja ykkur það að í langstökkinu er einnig keppandi frá Finnlandi, Taika Koilati, sem á aðeins 4 cm minna heldur en Hafdís okkar Sigurðardóttir. Það er engin spurning að Norðmenn munu ekki missa af einu einasta skrefi hér hjá þeim Ingebrigtsen bræðrum eða Karsten Warholm, en ég ætlaði einnig að geta þess að sem er auðvitað aðalatriðið í þessu útsendingu að hún getur aðeins orðið þökk sé góðu samstarfi við atletictv.dk. Það er danska frjálsíþróttasambandið sem að hefur hafið streymi og streymistjónustu og við fáum að bæta hérna íslenskri streymistjónustu ofan á það. Rétt að ég kynni mig til leiks, ég heiti Freyr Ólafsson og ætla að vera hérna með ykkur í dag. Ég er formaður frjálsíþróttasambandsins, þannig virkar þetta í frjálsíþróttahreyfingunni, menn ganga í þau störf sem þarf að ganga í, sama hvort að það er að raka í gryfju eða að lýsa móti í berum í Noregi. Allt til þess að unga fólkið nái að láta ljós sitt skína á frjálsíþróttavellinu. Á skjánum sjáið þið að það sem ég sagði ykkur hérna rétt í upphafi að sameiginlegt lið Íslands og Danmerkur keppir hér til stiga. Það eru 2 keppendur frá hverri þjóð og þá 2 frá Danmörku, 1 frá hverri þjóð í sumum tilfellum. Það er að segja að við erum ekki með nema 6 keppendur hér í dag, þannig að það eru fleiri Danir í sameiginlegu liði Danmerkur og Íslands. Framundan er hér opnun. Þar munu efnilegir ungir íslenskir krakkar stíga fram. Það verða okkar fulltrúar hér, Kormákur, Ari Hafliðason og Þórdís Eva Steinsdóttir. Það er að ganga hérna inn undir flaggi sem að við fáum nú vonandi að sjá og ég sé að þar er fremstur Ketil Tommernes sem er formaður norska frjálsíþróttasambandsins. En ennþá er verið að kynna hér á skjánum keppnisdagskrána. Einn af stórviðburðum dagsins verður sannarlega þegar Anita okkar Hinriksdóttir hleypur. Hún hleypur klukkan 13:15, 800 metra hlaup og er með hörku keppni þar. Það er Heddi Hinne til dæmis og sömuleiðis önnur sænsk stúlka sem er gríðarlega sterk, þannig að það verður ekki. Hanna Hermannsson heitir hún. Og þið sjáið í gegnum hérna kynningarskjáin, það er verið að setja mótið sem ég segi Ketil Tommernes er að kynna til leiks. Ég sé á brautinni að Hafdís okkar Sigurðardóttir er að hita upp. Lítur allt saman vel út hjá henni. Við erum svo heppin hér í berum að hafa með liðinu Ásmund Jónsson nuddara. Hann er búinn að vera að sinna keppendunum og hún sagði mér áðan að það væri í rauninni engir sérstaklega tæpir í liðinu. Hún litist vel á hópinn. Það er mjög góð sviti. Og við
erum að streyma hér á nm.free.is og sömuleiðis eru nú upplýsingar inni á Facebook síðu Frjálsíþróttasambandsins og þar getið þið jafnvel haft samband ef að þið viljið einhverju koma að í útsendingunni hér eða spyrja einhvers. Velkomið. Og hér er verið að spila þjóðsöngva í setningarathöfn. Það er búið að vera mikil hátíð hér í Berum. Þeir hafa verið hér með barna- og unglingamót en gera nú hlé á því fyrir þetta frábæra NM í frjálsum. Þannig að þetta var væntanlega hjálpa til þess að hér er stúkan full af fólki og verið að streyma þetta mót og sýna í miðlum á Norðurlöndunum og við vitum að fylgst er með víða. En eins og ég sagði ykkur hérna áðan, þið sem eru að koma að tölvunni, símanum eða skjánum, þá heiti ég Freyr Ólafsson og ætla að vera hér með ykkur í dag og reyna að segja ykkur frá því sem er að gerast. Og ég ætla að segja ykkur það að eftir aðeins 7 mínútur hefst keppni í langstökki kvenna. Þar keppir Hafdís okkar Sigurðardóttir. Hún ætlar sér að ná þessum sentimetra sem hana vantar til þess að komast á EM í Glasgow. Hún lágmarkið er 6:50 en 6:49 hefur hún stökkið tvisvar sinnum og við bíðum spennt að sjá hennar stökk. Og til þess að fara yfir dagskrána þá er það, svo áður segir, klukkan 12:30 Hafdís. Síðan er það klukkan 13:15 mun Aníta Hinriksdóttir hlaupa 800 metra. Klukkan 13:35 mun Þórdís Eva Steinsdóttir hlaupa 400 metra. Klukkan 13:50 er það Kormákur Ari Hafliðason sem hlaupur sömuleiðis 400 metra. Það eru 2 riðlar í þessu hlaupi og ég segi ykkur þá eftir í hvorum riðlinum þau hlaupa. 13:50 þá kemur María Rún Gunnlaugsdóttir og stekkur hástökk. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir klukkan 14:45 í 200 metra hlaupi, hörkuhlaup. Síðust til þess að hefja keppni í grein sinni númer 2 verður Aníta Hinriksdóttir. Hún mun hlaupa 1500 metra hlaup klukkan 15:15 en það er nú bara til þess að hjálpa vinum okkar á Norðurlöndum. Hún ætlar að vera hér í og því fáum við ekki að sjá hana klára 1500 metrana hér í dag. En hér er verið að kynna til leiks keppendur í fyrstu hlaupagrein. Það er sem vant er, það verður fylgst mjög náið með hlaupagreinunum. Engu sleppt úr og verið að kynna 60 metra hlaupið. Þar á bestan tíma Mathilde Kramer frá Danmörku, 7:36. Það er, sagði ég 60 metra hlaup, þetta er nú reyndar 60 metra grindahlaup afsakið. Ég var ekki búinn að sjá grindurnar á brautinni. Þannig að þá ætti ég að hætta bullinu og segja ykkur að það er Ræta Hurske frá Finnlandi sem á 7:99. Það er besti tími hennar á árinu og jafnframt besti tíminn sem hún hefur náð, personal best. Okkar maður á skjánum var að fara yfir í stangastökkinu. Og hér er stokkið í 2 áttir, þannig að við sjáum bæði stangastökk kvenna og karla hér í gangi leið. Þetta er virkilega fín frjálsíþróttahöll hér í Berum í Noregi og er á að bjóða upp á það sem við einmitt viljum sjá, virkilega hröð hlaup. Það eru frekar mjúkar beygjurnar, þannig að það er gott að hlaupa beygjur
og beygjurnar eru auk þess steyptar upp þannig að þær eru mjög hraðar. Ég átti einmitt samtal í gær við hetjuna Karsten Warholm og hann sagði mér að hann væri nýbúinn að hlaupa á fantafínum tíma heima í Vestur-Noregi á frábæru móti en hann teldi sig geta hlaupið hraðar hér í dag á þessari braut þar sem að hún er virkilega hröð. Þannig að það veit á gott. Einstakur drengur Karsten Warholm og ekki bara frábær íþróttamaður heldur einstakur karakter og það fyrsta sem að hann spurði var auðvitað hverjir eru frá Íslandi og alltaf hvetjandi og jákvæður Karsten Warholm. Það er munur þegar að hetjurnar eru svona hvetjandi. Kornungur drengur 22 ára og Evrópumeistari í 400 metra grindahlaupi sem og heimsmeistari og sannarlega hetja normanna. Det Tyrving som inviterer til Nordenkampen. Det den 9. utgaven av Nú sýnist mér stúlkurnar í grindahlaupinu verða klárar. Straks i gang med og 60 á meter hekk for kvinner. Ég sjáðu hérna stúlkurnar upp á brautinni, upp á töflunni. Það er Kristína Stensvold, Reppe, Mathilde Hellsbeck, Reita Hurske, Ja, vi har et par Katti Sagnia, Martina Hjørnevik, bortsett fra det, så Mette stiger Gravegård, vi et Matilda kjempesterkt lag, Bognauf absolutt og ambisjon om Tilde å kjempe Johansson. helt i toppen mot, Þar af held ég að fjórða brautin, Katti Sagnia, var mér sagt í gær að sé æfingafélagi fyrrverandi Hafdísar Sigurðardóttur okkar. Þannig að hún æfði í Svíþjóð. Þarna er hún, Katti Sagnia, æfingafélagi Hafdísar. Það er heimakonan Martina Hjørnevik sem er hér kynnt. Okkar liðskona Mette Gravegård. Þetta er nú ekki Mette sem er á skjánum. Hér sjáum við kannlega Martine Hjørnevik frá Svíþjóð sem á 8.41. Vi kommer til å få noe skikkelig angrep på norske rekorder. Karsten Warholm spring 400 meter, hekk 14.50, 10 spring Karoline 3000 meter og prøve angrip. Ingrid Kristiansen sin rekord der 15.25 gjør Filip Ingebrigtsen det samme. Han har sin brors norske rekord på 7.45 i sikte, og Jakob Ingebrigtsen da ikke minst avslutte dagen 16.30 med 500 meter. Áhugavert að sjá hvernig þetta fer. Hvort að sú finnska sem á besta tíman nær að standa við sitt. Mér sýnist það nú vera að gerast. Það er Reita Hurske, sú finnska sem átti besta tíman fyrir 7.99 sem að kemur hér fyrst í mark á 8.07. Rétt frá sínu besta. Skilar stigum fyrir Noreg og í öðru sæti er ef að þetta er rétt raðað á brautir, já það er það, númer 427 er hún önnur, Katti Sagnia, fyrirverandi æfingafélagi Hafdísar Sigurðardóttur, langstökkvara sem að er einmitt að fara að stökkva langstökk. Það ætti bara að vera að fara í gang, það stefnir. Það er fyrsti stökkvari í langstökki er komin út á brautina, sé ég. Það er ekki Hafdís. Hafdís á lengsta stökk fyrir keppnina, en hún þarf að stökkva aðeins lengra hér í dag og við skulum fylgjast vel með. Ég skal reyna að upplýsa ykkur ef það ekki kemur á skjánum hvernig henni gengur, henni Hafdísi okkar. Við viljum sjá hana fara í 6.50 og hún hefur sýnt það að hún sannarlega getur það með 2 stökk upp á 6.49. Og ekki sjáum við Hafdís enn. Það er sænsk stúlka sem er í langstökkinu, en hér er það okkar liðskona á Danmörkum.
tidligere til stornavnet så har vi også noen utøvere som stökkva ligger sånn hér. rundt kanskje EM-krav. Ég sé nú ekki númerið á henni. Viktig for en del å vise seg fram her i dag, Vebjørn. Það þá nafnið. Ja, definitivt EM som Þetta går første helga i mars. Annarkvort Lína Jensen eða Karolina Ranners. Þær eru tvær skráðar hérna. Tilbake til krava der, og hvem som i første rekke kjemper om å komme seg med i en EM-tropp. Flere er jo allerede klare også. Så vidt er Line Jensen, dansk jenta, kom seg Já, það er allt. På herresiden så har vi veldig spennende utøvere. Það eru komnir tímarnir í Vi helt sikkert skal bli litt bedre kjent med. 17 år. 60 metra grindahlaupin og það fór eins og ég átti von á að það var Ræta Hurske sem að sigraði. Okkar tvær finskar reyndar í fyrsta og öðru seti. Sænska vinkona okkar og Hafdísar var þar í þriðja. Stangastökk. Karla, það eru virkilega sterkir stökkvarar í stönginni hérna í dag. Og hér er það heimamaður sem var að stökkva 5 og 10 í stangastökkinu. Þeirra bestu stangastökkarana er Melker Svord Jakobsen á 5 og 80, þannig að það er von á góðu hérna í stangastökkskeppninni á eftir. En þetta var sem Pól Haugen Lillefosse sem var að fara yfir 5 og 10. Og það er byrjað að koma inn fyrstu stökkin í langstökki kvenna. Það eru og hér loksins sjáum við á skjánum langstökkvara frá Danmörku. Hver veit nema ég geti fundið út hvað hún heitir. Þetta er Marta Traoré sem er hérna að stökkva. Hafdís Sigurðardóttir ætti að stökkva hér síðust. Verður magnast uppspennan að sjá okkur. Marta Traoré. 5.05 sýnist mér hér 5.71 svo var það hjá henni. Það er aðeins ein komin yfir 6 metra og það eru 6 metra sléttir hjá Malin Marmbrand frá Svíþjóð. Og þá er það finnsk stúlka sem að stekkur næst í langstökkinu, Taika Kolati, og tvær aðrar til viðbótar og svo ættum við að sjá okkar Hafdísi. Vonum að þeir sýna okkur stökkið í útsendingunni. Í versta falli mun ég lýsa því fyrir ykkur, segja ykkur hvað hún Hafdís okkar stekkur. Og þetta er svo sem er að stökkva núna sem þið ekki sjáið. Það er Taika Kolati sem að á 6.45 fyrir þessa áður en að það er þessa persónu besta á árinu. Svo ekki mig. Það er þá að fara af stað önnur umferð hérna í stangastökkinu. Þeir eru að reyna sig við 5 og 10 í annari tilraun. Samkvæmt töflunni í það minnsta. Erik Greibok Dolve sem að vippar sér hér yfir 5 og 10 lipurlega. Það er komið stökk yfir 6 metra, 6.38 sýnist mér að finnska stúlkan hafi stokkið. Hér í langstökkinu
Það fínt bara fyrir okkur sem að höldum mest með Hafdísi að hafa þarna viðmið. Hún horfir bara á línuna, 6.50 línuna. 3 stökk karla, þið sjáu það á skjánum núna. Það eru nokkrar greinar hér í gangi og verið að undirbúa síðan næstu hlaupagrein sem að verður 60 metra grindahlaup karla. Þar eigum við ekki neitt íslenskan keppanda. Þannig að við bíðum bara og vonum að Hafdís nái að blómstra hér á eftir í langstökkinu. Og hér það komið upp á skjáinn. Grindahlaupið, 60 metra grindahlaup karla. Hér eru þeir kynntir til leiks hver á fætur öðrum þessir hlauparar. Nú verður að játast að ég engin Sigurbjörn Árni. Ég trúi því að Sigurbjörn Árni væri með allar tölur og öllum þessum hlaupurum á hreinu. Ég það bara ekki. Ég sé bara að þetta eru hörku hlauparar og miðað við það sem að stendur hér á skránni að þá stefnir bara í jaft og skemmtilegt hlaup. Þeirra besta tíma á Vladimir Vukovic frá Noregi, heimamaður, og aðeins 100 hluta á eftir honum það Elmo Lakka frá Finnlandi. 7.77, 7.78 og 7.94, hérna 3 fyrstu hlaupara held ég að sé. Og það var dregið hérna á brautir á liðin. Það eins og eftir þegar okkar fólk fyrir að hlaupa 200 og 400 þá var það dregið. Þar menn myndu hlaupa. Þá fara þeir í blokkirnar, svo þið sjáið. Í miðjunni það Anton Levin frá Svíþjóð. Það venjulega það hröðustu hlaupararnir sem eru settir í miðjuna, en það er ekkert alveg hægt að treysta því hér í dag. En það var nú ekki, var engin normaður held ég sem að kom fyrstur, heldur var það klárlega Finni. Það Elmo Lakka sem að kom hér fyrstur í mark í 60 metra grindahlaupi. Það skiptir engu máli hvað menn eiga fyrir, það bara hvað menn gera á keppnisdag sem að telur. Sigraði hér Normannin sem að Vladimir Vukovic sem átti besta tíman fyrir. Og í öllu þessu þá tókst mér að missa af aðalatriðinu. Það Hafdís Sigurðardóttir búin að opna. Hún stökk 6,23. Situr hér í öðru sæti. Sem að þekkjum til Hafdísar vitum að hennar besta stökk kemur yfirleitt í seinni hluta keppninnar. Hún fræg fyrir það. Þannig að við örvæntum hreint ekki. Þetta bara ágætis opnun hjá Hafdísi að opna á 6,23. Og við skulum vona að, og ég bara fastlega vona því þar sem að hún með besta stökkskráð inn í keppnina, þá munið þeir sína okkur hér á eftir frá hennar stökkum. Það komið. Hér heimmaður í þrístökkinni sem að sjálfsögðu spennandi að fylgjast með. Þetta Per Bucher Johannessen.
sem að var að stökkva. Þetta síðasta stökkið í fyrstu umferð hér í þrístökki sem að þið voruð að sjá hér. Það þið sjáið, það full stúkan hér í beirum og þarna kemur það sem ég sagði ykkur áðan. Elmo Laka fyrstur 7.70, Vladimir Vukicevic annar 7.75, Max Relja þriðji. Þannig að við hér horfum á okkar lið. Það í 5. og 7. eru Danirnir, Andreas Martinsen og Oliver Tjabert. Í þessu 60 metra grindahlaupi karla. Og ég stefni á það á eftir þegar að keppni lokið hjá krökkunum að leyfa ykkur aðeins að heyra í þeim. Og hver veit nema Gunnar Páll Jóakimsson komi sömuleiðis í sendinguna hér á eftir. Það Birgitte Kjus, sú norska nýbúin að stökkva, en þetta var víst Karolína Ranners sem að var að stökkva þarna. Hér sjáum við frá langstökkinu. Þetta hún Taika Koiladi sem að leiðir keppnina. Búin að stökkva aðeins lengra heldur en Hafdís. Var búin að stökkva 6,38. Hafdís okkar Sigurðardóttir búin að stökkva 6,23. Þannig að það skammt á milli og við vonum að það snúist reyndar og eftir röðin á þeim. Og við vonum að þeir halda áfram að sína. Hér það Kajsa Karlen, sú sænska. Hún búin að stökkva 5,65. Vill að sjálfsögðu bæta sig. Það það sem að frjálsíþróttirnar ganga út á. Það var ógilt hjá henni Kajsu Karlen. Þannig að það gekk ekki. Stangastökk. Hér það Birgitte Kjus sem að stökkva. Hún hún felldi. Hæðin að fara í 4.05 í stangastökki kvenna. Og hæðin að fara í 5.30 stangarstökki karla niðri á gólfinu. Og auk þess bæði, eins og þið vitið, langstökk kvenna og þrístökk karla í gangi. Og fljótlega kemur hér 60 metra spretthlaupið. Og þið að horfa á beint streymi á nm.free.is í samvinnu við atletic.tv.dk. Ég sé ekki betur en að nú stígi hún Hafdís út á brautina, Sigurðardóttir. Og verið að raka. Nú ætla ég ekki að missa fyrir ykkar hönd sem að bíði spennt. Vildu nú heldur sjá Hafdís í mynd heldur en þennan ágæta norðmann, en það norðmenn sem að stjórna tökuvélunum í dag. Hafdís biður stuðning hér í höllinni og það verður gaman að sjá hvaða hún gerir. Við fáum bara að sjá stangarstökk. Eitt fall í stangarstökki, það var verra því að það langstökkið sem að þarna það var mjög gott aðhlaup hjá Hafdísi, löglegt stökk og
Okkar menn eru farnir út í gryfju að mæla. Við býðum með öndina í hálsinum. Sjá hvað kemur á töfluna. 6.32 var það. Hún víxlaði stöfunum 6.32. Það er lengra en í fyrstu umferð þar sem hún stökk 6.23. En ekki nógu langt. Hún er ennþá í öðru sæti hér í keppninni, rétt á eftir henni finnsku Taiku Koilati. Sænsku? Nei, finnsku Taiku Koilati. Finnsku stúlkunni. Hér eru kynntar til leiks eins og þið sjáið 60 metra hlauparar. En hefum við ekki fengið að sjá neitt íslenskan hlaupara. Það er aðeins að bíða enn, en það er heldur betur stórsýning sem að bíður okkar á eftir á hlaupabrautinni af íslenskum hlaupurum. Renni yfir þetta aftur klukkan 13.15. Anita Hinriksdóttir 13.35. Þórdís Eva Steinsdóttir 13.50. Kormákur Ari Hafliðason 13.50 hefst sömuleiðis reyndar hástökk hjá Maríu Rún. Og svo er það Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir klukkan 14.45. Og hér er verið að kynna þér til leiks 60 metra stúlkurnar, konur sem að hlaupa 60 metra. Og þeirra bestan tíma á, getum við sagt, okkar liðskona, það er Mathilde Kramer frá Danmörku sem á 7.36 besta tíma. Og hún hleypur hérna í miðjunni, Mathilde Kramer. Við komnar í blokkina. Það eru konar upp það, eins og þið sjáið. Og, jú, er það ekki eins og við var að búast. Danskur sigur, það er Mathilde Kramer sem átti besta tíman fyrir, sem að kemur í mark. Ef að þessi tími verður staðfæstur, þá er hann heldur betur frábær og raunar væri þetta þá bæting hjá Mathilde Kramer. Stakk sér þarna glæsilega fram, það munar allt í 60 metrónum. Jú, það er komið, það er staðfest. Mathilde Kramer var að bæta sinn besta árangur. En þeir eru kátt. 7.34. Það sem að þetta er sameiginlegt lið hér, Dana og Íslendinga, getið þið nærri að það er sem stendur engin íslensk kona sem að getur slegið henni Mathilde Kramer við í 60 metrónum. Og svo sannarlega okkar bestu stúlkur, bæði Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og Tíana Ósk Útvart séu nú reyndar ekki langt undan. Það er ekki nóg með að hún hafi verið að bæta sig, hún Mathilde Kramer, það er verið óskanni hér til hamingju. Þetta er nýtt danskt met hjá henni, 7.34. Hleypur þarna, heldur betur kátt Mathilde. Og ég vona á því að dönsku félagarnir hér Athletic TV munu skellinni beint í viðtal. Og í beint streymi sem að er á athletictv.dk, en við sjálf hér, væntanlega þið sem á mér hlýðir, eruð að horfa á nm.fri.is.
og þetta er 60 metra grindahlaupið. Úrslitin eru hérna uppi á skjánum þegar við nú séum þetta áður. Það sem við höfum áhuga á núna Íslendingar er Hafdís Sigurðardóttir sem er búin að stökkva tvisvar sinnum í langstökki. Hún er búin að stökkva 6,23 í fyrstu umferð og 6,32 í annari umferð. Þarf að stökkva 6,50 til þess að komast til Glasgow á Evrópumeistaramóti innanhúss. Ég er full að trúa henni. Hér í íþróttahöllinni í Bærum er kastað kúlu hér við enda. Þar eigum við því miður engan keppanda. Hér er hæðin komin í 5,30 stangastökki. Já, og yfir fór normaðurinn Erik Greibrock held ég að þetta sé. Bull og vitleysa. Pól Haugen Lillefoss var þetta sem var að fara í yfir 5,30. Glæsilegt. Pól Haugen Lillefoss. Búinn að fara yfir 2 hæðir í fyrstu tilraun og stendur ágætlega, en það er hægt við að þetta dugi nú skammt. Við fáum að sjá hér Melker Svord Jakobsson á eftir sem að ef að hann stekkur, það er að segja. Það er óstaðfest ennþá, en hann á 5,80. Annars verður þetta jöfn keppni því að Melker á mun betra heldur en aðrir kastarar. Stökkvarar, ekki kastarar. Hér er það stangastökk. Það er Mikaela Mæjer sem er hér að stökkva sitt fyrsta stökk í keppninni og það var vel gert. Fór yfir 4,25 fyrstu tilraun. Og ég sé ekki betur en að það sé Hafdís Sigurðardóttir sem er núna sé komin hreinlega út á brautina. Nú heiti ég á þá normenn að sýna okkur Hafdís í stökkva. Hafdís biður stuðning og þarna kemur hún. Óskin rættist. Hafdís er í hörku formi. 6,49 tvisvar sinnum í ár. Hér kemur hún. Sterk, hröð, létt. Hittir á plankan. Hoppar nú ekki að kæti Hafdís. Já, það kemur lengra á eftir. Það var átakalaust, þarna er það Guðmundur Hólmar Jónsson, þjálfari Hafdísar, sem að fer yfir málin með henni, skoða stökkið aftur. Því að þetta stökk var 6,25, aðeins styttra. Þetta er mitt á milli, 6,23, 6,32 og 6,25 er stökkserían hjá Hafdísi Sigurðardóttur sem er hér í öðru sæti á NM í frjálsum Nordenkampen. Nordenkampen á sér nokkuð langa sögu. Þetta var keppni 3 þjóða, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. En fyrir 4 árum þá byrjuðu Danir og Íslendingar að gera sig verðuga á þessu sviði og við höfum komið með sameiginlegt lið. Þar af hafa Íslendingar átt stóran hóp. Nú eru það 6 keppendur frá Íslandi sem að
eru í sameiginlegu liði Danmerkur og Íslands og það er gaman frá því að segja að þeir eru hreint bráðsterkir þessi keppendur sem eru hér. Hafdís Sigurðardóttir er í langstökkinu, við sjáum eftir Anitu Hinriksdóttur hlaupa 800 metrana og Guðbjörgu Jónu Bjarnadóttur 200, Þórdísi Evu Steinsdóttur hlaupa 400 metra, Kormák Ara Hafliðarsson hlaupa 400 metra og síðast en ekki síst Maríu Rún Gunnlaugsdóttur stökkva hástökk. En hér er það kúluvarp. Hér er það sænskur kastari en skipti yfir í finnskan stökkvari. Það er mikið í gangi. Við sáum Jessica Kehera hér stökkva. Hún á 6:14, hún er rétt á eftir Hafdísi, hún er í 3. sæti. Jessica Kehera í langstökkinu og eftir Taiku Koililadi sem er fyrst og Hafdís Sigurðardóttir önnur. En ég held áfram að segja ykkur frá Íslandstengingunni. Hér í höllinni er að sjálfsögðu Vésteinn okkar Hafsteinsson, ólympíufari og þjálfari ólympíumeistara í kastgreinum. Ég hitti Vésteinn áðan. Eins og alltaf hugsar hann heim og spurði af framgangi frjálsra á Íslandi og alltaf tilbúinn til þess að styðja við og byggja upp og hjálpa til. En í dag fæst hann við að byggja upp heimsins bestu kastara og akkurat í dag, svo við fókusurum á daginn, þá er hann hér liðstjóri eða kaststjóri Svíana, sænska liðsins hér á mótinu. En svona dagsdaglega þá er hann afreksþjálfari fyrir einstaka íþróttamenn en hefur verið að stundum að sinna verkefnum sænska frjálsíþróttasambandsins. Hér eru strákarnir komnir. Það er 60 metra hlaup karla sem er hér að fara af stað. Besta tíman af þeim sem að hér hlaupa af stað er Samuel Purula frá Finnlandi. Það gekk ekki að ræsa hér. Mér sýnist nú bara hreinlega að Samuel Purula ætli ekkert að hlaupa þetta hlaup. Hann var forskráður en hann er ekki á startlistanum, heldur er það Rube Saarinen og Santeri Kusinemi sem að hlaupa fyrir Finnland. Þá er þetta eru mjög jafnir hlaupara. Það er von á mjög jöfnu hlaupi hér og tímarnir eru að sjálfsögðu góðir. Þetta eru feiknarlega sterkir spretthlauparar sem eru hérna á Norðurlöndunum. Þeir eiga þetta frá 6.75 og upp í 6.84. Þeir sem eru að fara að ræsa hér, það er að segja á árinu. Árstími þeirra er þessi. Og 60 metra hlaupi komið að stað. Ég sýnist bara að Danirnir fara býsna, já, sænskur keppandi. Þetta er væntanlega Henrik Larsson sem er hér að koma fyrstur. Henrik Larsson kemur fyrstur í mark. 6.72 er tíminn líkast til og það er rétt hjá hans besta, hann á 6.68 á árinu sem er jafnfalt hans besti tími. Sænskur sigur í 60 metra hlaupi karla. Henrik Larsson. Það verður að Taika í langstökkinu, þið sjáu það nú ekki á skjánum, það er Taika Koililadi. Við séum að hún er komin út á brautina, keppinautur Hafdísar Sigurðardóttur. Og Taika er að fara hér hún er búin að gera 2 ógildi röð, Taika. Það var bara fyrsta stökkið, þetta lengsta stökk keppninar, 6.38. Síðan þá hefur hún ekki náð gildu stökki. Hún kom inn með 6.45 inn í keppnina. Þannig að nú bíður hún spennt að sjá hvort að hún sé að
færa sig nær. Hún eins og Hafdís að horfa til Glasgow að sjálfsögðu. Ná lágmarki inn á Evrópumeistaramót sem að framfer þar. Fyrstu dagana, fyrstu helgi í mars. Þá Vésteinn Hafsteinsson í byggin á svip í myndavél núna. Segja sínum mönnum til. Þetta var ekki lengra hjá henni Taiku Koilati. Þetta var 6,06 sýnist mér hérna að sjá. Og hér sýnt úr stangastökki kvenna. Það Minna Nikkanen sem út á brautinni. Hún búin að fella tvisvar 4.25 sem að hæðin orðin í stönginni núna. Það ein búin að fara yfir þessa hæð. Það Mikaela Meyer frá Svíþjóð. Skipta ört hér. Hér það langstökk kvenna. Kajsa Karlén var búin að stökkva lengst 5.65. Kajsa Karlén var búin að stökkva 5.65. En hér kemur hún, svo finnska, en það var ekkert úr þessu stökki. Mér skilst á þeim sem að horfa á útsendinguna að ég sé mögulega stundum aðeins á undan myndinni. Ég afsaki það. Hér verið að prófa sig áfram með streymi, mörgum myndavélum. Greinilegt að þá að hljóð og mynd ekki nákvæmlega samstillt. En það skiptir litlu máli akkurat núna því að hún Hafdís okkar hreinlega bara ekkert á skjánum. En ég get sagt ykkur að hún hins vegar á brautinni. Hafdís að fara í 4. umferð. Hún búin að stökkva þrisvar. 6.23, 32.25. Það spurning hvort að samtal Guðmundar Hólmars þjálfara og Hafdísar hafi skilað þessum sentimetrum sem að hana vantar. Hafdís biður stuðning. Og nú ættu þið að sjá hana á skjánum, hana Hafdísi. Það hvitt flagg. Gilt stökk. En vinnaði þó ekki miklu. Og þó, það munaði, hvað segja þeir? Það rautt og hvítt hér til skiptis. Sýni standa 6.24 á töflunni hjá Hafdísi Sigurðardóttur. Og þið sem voruð að byrja að streyma, þið eru hér að horfa á útsendingu frá NM í frjálsum berum í Noregi. Hér ætlum við að fylgjast með í dag Vésteini Hafsteinsinni. Ekki mun hann nú keppa í dag en hann í þjálfaragallanum. Og við erum hér með 6 frábæra keppendur. Þar af ein nú þegar byrjuð að keppa. Það Hafdís Sigurðardóttir í langstökki. Og á eftir fylgja fleiri frábæri íþróttamenn. Fyrsta hlaupagreinin hér í dag. Það stórhlaup Anitu Hinriksdóttur og eftir klukkan 13:15. Korter yfir 1 með íslensku tíma. Og það mjög líklegt að það verði hörkuhlaup því að það eru þar góðar stúlkur sem að hlaupa á móti henni Anitu okkar. Hedda Hinni
meðal annars sem hefur nú keppt á Reykjavík International Games á Íslandi 2017 á móti henni Anítu og einnig er hér sænsk stelpa, gríðarlega sterk, Hanna Hermansson. Og þær eiga þessar stúlkur í 800 metrunum. Óskap svipað tíma, það er að segja að Aníta Hinriksdóttir er búin að hleypa á 2:04.88 og Hanna Hermansson 2:04.97 á þessu ári. Og aðeins hægar hefur hlaupið Hedda Hinne frá Noregi 2:05.80 en Hedda Hinne er búinn að einu sinni allavega að hlaupa undir 2 mínútur sem innanhús sem er betra heldur en að hún Aníta okkar hefur náð nokkru sinni að gera. Hún á 2:01.05 frá því á RIG 2017 og svo hún eigi aðeins betri tíma úti og dálítið rétt 2 mínútur og þá er aðeins yfirleitt erfiðara að hlaupa á 200 metra brautinni inni heldur en úti og því yfirleitt lakari tímar. Þannig að það er von á mjög góðu hér á eftir. Klukkan 13:15 að íslenskum tíma og það er nú bara ekkert langt að bíða í það að 800 metra hlaupið fari hér í gang. Þetta stór spennandi hlaup. Já, ég er nú bara að segja ykkur það. Ég sé hana Anítu Hinriksdóttur hérna úti í hópnum. Þær eru komnar hérna inn á völlinn, 800 metra hlaupararnir. Þannig að það er stutt í þessa flugeldasýningu sem ég vona að hlaupið verði hérna á eftir. Og ég ætla nú, þó ég hafi nú leyft mér að skauta létt fram hjá kynningunum á hlaupurunum til þessa, þar sem að við höfum ekki átt nokkuð, þá ætla ég ekkert að spara mig þegar kemur á 800 metra hlaupinu hér. Eftir nokkrar mínútur, 800 metra hlaup kvenna, Aníta Hinriksdóttir, það er hlaupa hér allar saman, 8 stúlkur á eftir á þessari glæsilegu og hröðu hlaupabraut hér í Berum í Noregi og þetta er 6 brautavöllur eins og þið sjáuð hérna á myndinni. Hann er því stærri heldur en frjálsíþróttahallirnar íslensku í Laugardal og Kaplakrika. Þannig að súrt var það var fall í stangarstökki hjá norska keppandanum Paul Hogan Lillefossi sem að rétt felldi. Fyrir nokkrum árum var breytt reglum í stangarstökki, því miður segja fyrir þennan stökkvara Paul Hogan, því að hann hefði með gömlu reglunum geta leyft sér að stöðva sveifluna á Ronni. Og það urðu oft ansi skemmtilegi loftfimleikar úr því þegar að stökkvararnir voru að reyna að laga aðeins til Ronna á niðurleiðinni. En nú má það ekkert. Og allt gert til þess að gera aðeins erfiðar að fara yfir. Búið að stytta okana, hvað þá annað. Hér er það öflugur danskur kúluvarpari sem að ég vildi að ég geti sagt ykkur hvað heitir, en ég er bara ekki með það á hreinu. En það er kannski ágætt til þess að þið geti jafnvel slegið mér við sem á mig eruð að hlusta með upplýsingarnar, að þið geti farið á nordenkampen.no eða bara séð á síðunni, það er slóðbein á nm.free.is á startlista. Þannig að þið geti verið með hann við hliðina á streyminu til þess að fylgjast með, því að það er ekkert örugt að þið sjáið eða heyrið allt sem að framfer sem þið hafið áhuga á. En þó gera menn hér sitt besta. Þetta er skemmtilegt norrænt samstarf. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að það er norrænu frjálsíþróttasamböndin hafa hafið
samvinnu og stefna á að taka hana ennþá lengra og það má segja að þessi útsending sé einn liður í því. Hér á gólfinu eru það 12 myndatökuvenn sem eru frá fyrirtæki í eigu norska frjálsíþróttasambandsins sem eru að taka upp. Útsendingarstjórn hér í þessu streymi í höndum athletictv.dk og þeir leyfðu okkur náðarsamlegast að vera hér með þetta hljóðstreymi sem að þið eruð að hlusta á sinni rás og við hlökkum til frekari miðlunar líkt og þetta og það gaman því að við erum saman Norðurlandaþjóðirnar með hörku frjálsíþróttalið sem gaman að fylgjast með og raunar eru þessar útsendingar vinsælar ekki bara á Norðurlöndum heldur miklu víðar. Já, nú styttist í það, gott fólk. Þið sem eru að hlusta, ég ekki að tala kúluvarpið hjá Markus Thomsen, ég að tala að sjálfsögðu 800 metra hlaup kvenna. 800 metra hlaup kvenna næsta hlaupagrein og ég trúi ekki öðru en að hún fari að koma hér til kynningar á skjánum hjá okkur. Það er byrjað að kynna þér held ég bara, það rétt að vera að fara að byrja að kynna þér í þessari öflugu hlaupagrein. Þarna kemur það. Þetta nú alls ekki Markus Thomsen sem þarna eins og kom á skjánum. Þetta var Hanna Hermansson, svo hefur keppt á Evrópumeistaramótum og í rauninni með gríðarlega góðan tíma inn í þetta mót hérna í dag. Hún ofurlítið, sjáum við þið, Anita Hinriksdóttir. Hún kemur með besta tíma inn í þetta hlaup. Hún með 2:04.88 á árinu, 2:04.97 á Hanna Hermansson. Já, hér er það 9 sem að ræsa og það ástæða fyrir því. Það Solveig Hernandez Vråle frá Noregi sem að mun leiða hér hlaupið. Hún hér eins og það kallast í 800 metra hlaupinu. Þá sjáum við vona ég núna upp á skjánum listan yfir þessar frábæru hlaupakonur sem eru hér og besta tíman á Hedda Hinne frá Noregi, næst besta tíman á Anita Hinriksdóttir og verður gríðarlega gaman að sjá hvernig þetta fer. Þið fáið að fylgjast með öllu hlaupinu í beinni hér á nm.free.is. Það eru komnar að stað. Nú Anita sagði mér í morgun að hún ætlaði sér að fylgja þétt eftir hlauparanum, héranum og síðan að pressa. Einföld strategía, elta héran og svo pressa. Þetta skilja hlaupararnir. Við sem vorum með aðlið í stökkum minna en þið heima sjáum við þetta vonandi núna á skjánum eða heima hvar sem þið eru stödd. Anita þyrfti nú að fylgja aðeins betur héranum hér. Klárlega, þetta jafnt hlaup, mjög jafnt hlaup eins og við byggumst við. Hérinn hleypur langt á undan, hún var farin að að líta tilbaka til að kanna núna hvernig stæði á því að það væri engin and ofan í hálsmálaðinni eins og til ætlast. 55 sekundur, 56, 57. Þær fara hér rétt í kringum 1 mínútu í gegnum 400 metrana. Það nú bara alveg ágætis tími. Það bara fínt tempo fyrir 800 að taka fyrri helmingin á 60 sekundum. Þetta verulega jafnt. Það Anita Hinriksdóttir sem að leiðir og ég býst nú við að þetta sé Hedda Hinne önnur. Hedda Hinne
sem númer 317. Þetta heyrði, sjáum við nú til. Það Hedda Hinne sem andar ofan í hálsmálið Anitu okkar Hinriksdóttur. Hedda á heldur metri hraða, heldur en Anita. Þannig Anita þarf virkilega að gera núna það sem hún talaði í morgun, að pressa. En þarna kemur Hanna Hermannsson. Anita missir þær frá sér. Hér missir Anita þær frá sér. Nú þurfum við að sjá Anitu pressa. Við sjáum, það finnska stúlkan sem kemur okkur hérna öllum á óvart, kemur hér fyrst í mark. Þetta á 2:04:21. Þetta ákveðin vonbrigði verður nú að segjast í hreinskilni fyrir Anitu. Hún ekki að ná að fylgja þeim eftir hér, þessum fremstu. Hönnu Hermannsson. Og hérna, já, hún verður nú, þær rekast svolítið saman, þær rekast utan í hana og hún fipast og nær ekki að svara. En þetta var Sara Koivisto sem að sigraði þetta hlaup. Sara Koivisto sem átti ágætis tíma, 2:02:14 á hún best og átti 2:06:19 fyrir. Hérna sjáum við hana á skjánum, Sara Koivisto, og það alveg ljóst að hún sló þarna hlaupurums við sem við áttum allt eins von á að myndu ná að vinna. Hún sló við Hönnu Hermannsson, Heddu Hinne og okkar Anitu Hinriksdóttur í 800 metra hlaupinu. Ég ætla hér á eftir að reyna að stökkva niður og ná tali af Anitu Hinriksdóttur og einhvern tíman hér síðar þjálfara hennar Gunnari Páli Jóakimsinni til þess að fara yfir hlaupið. Og meðan að hlaupið fór fram þá virðist hún Hafdís Sigurðardóttir hafa stokkið sitt lengsta stökk, 6:34. Ekki alveg nógu langt, gott enga síður. En eftir augnablik þá ætla ég að bara doki við, ég ætla að fara og reyna að ná tali af Anitu Hinriksdóttur. Får en masse applaus i forsøket sitt, og den blir liggende av den. En list som spiller litt på lag der. Ja, men det såpass høyt og at skulle bare mangle at det ikke begynner å bli marginalt. Den ligger da på 4:65 i dameklassen, og det en solid årsbeste. Jeg vel borti med både knærne og magen der, godeste Meier. Men den blir liggende. Og hva med Markus Thomsen? 20:04 har han kastet, eller støtt tidligere. Fornøyd igjen her, Markus. Já, við munum eftir augnablik tala við Anitu Hinriksdóttur, en það Hafdís Sigurðardóttir sem á einn möguleika eftir í langstökkinu. Hún komin út á brautina og á eitt stökk eftir. Hafdís hoppar ekki á kæti, en ég ætla að reyna að segja ykkur það minnsta hvað hún að stökkva. Áður en að ég fer niður og reyna að ræða við Anitu Hinriksdóttur. Ef að það rétt hérna upp á töflunni þá þetta styttra, þetta 6:05. Því miður, það ekki lágmark á EM í þessu móti fyrir Hafdísi okkar Sigurðardóttur, 6:34 og sem stendur í öðru sæti rétt á eftir Taika Koeti. Taika Koeti rétt á eftir. En
þið dokið við, ég tala hér á eftir stuttanstund við Anitu Henriksdóttur hér frá NM bærum í Noregi og rétt að minna síðan á að það ekki langt að bíða eftir Þórdísi Evu Steinsdóttur, hún hleypur klukkan 13:35. 400 metra, Kormákur Ari klukkan 13:50 og leið byrjar hún Marja Rún okkar Gunnlaugsdóttir að stökkva hástökk. Þið fylgist með á skjánum og heyrið frá mér og vonandi Anitu Henriksdóttur eftir stuttastund. Da gjør vi klar for herrenes 800 meter, og vi gleder oss til å se Didrik Hekseberg Warloe, som vi har i bildet her, slåss mot blant andre Markus Tajola. Thomas Heggøy er også med her, Benjamin Aaberg stiller til start, Christian Clausen, Simon Haglund, Rikard Gunnarsson, Andreas Bove. Og så har vi også med Håkon Musrom som fartsholder her. Og den nordiske rekorden her, den holdes av din gamle konkurrent Wilson Kipketer. Den er helt tilbake i 1997. Ja, det var når han vann VM i 1997 i sololøp og gjorde 1:42,67. Men det er et stort navn her som skiller seg litt ut. Det er Andreas Bove fra Danmark. Han tok sølv i EM i 2012 og sølv EM innendørs 2017 bak polakken Adam Kyszot. Har så god personlig rekord utendørs som 1:44,89 danske Bove med hestehale her. Og 46,48 også på 400 meter, så en rask kar, og det virker som han har tenkt å stole på farten sin i dag også. Det er ikke Håkon Musom som er hare, han har blitt byttet ut her med Joakim Sandberg. Det var litt kommunikasjonsutfordringer der, sånn at Joakim har steppet inn på kort varsel for å gjøre en harejobb her. Håkon kommer tilbake og lager fart på 1500 meter for Jakob Ingebrigtsen litt senere i dag. Markus Tajola fra Finland som er nesten oppe da, hos fartsholderen. Fått en veldig luke nå, Tajola. Går han for å prøve å kuppe dette veldig tidlig? Har en sesongbeste og personlig rekord på 1:52,48. Det er en dristig åpning av Finnen, men det går ikke sånn veldig fort da. 52 godt og vel, så det er ikke noe sånn helt rått. Det var helt OK løping av Joakim der. De skulle ha 53, men det gikk jevnt og fint på 52, så åpningen var det ikke noe i veien med. Jeg er redd det blir langt til mål for Tajola her. Ja, og nå blir han tatt inn. Det er Christian Clausen fra Danmark som tetter luka helt oppe nå i ryggen på Finnen. Da har det egentlig hatt Thomas Roth her som norsk deltaker, men han har prioritert noen konkurranser utenfor Norge for å få muligheter til å sprenge bedre tida. Jeg vet ikke om det har vært OK forutsetninger for å sprenge fort her. Jeg ville ha vært med her i stedet. Og så er det Andreas Bove som stormer fremover her nå, Andreas Bove. Og tiden blir 1:49,76. Ja da, lekende lett for Andreas Bove det. Så ut som han hadde full kontroll på dette, Vebjørn. Ja da, han har ikke sloppet seg så langt bak på de to første rundene hvis ikke han har følt at han har hatt full kontroll. Jeg tror du kan puste lettet ut også. Din norske rekord, den blir stående en liten stund til. Ja, den var overhodet ikke trua i dag. Her kommer fort gjennom siste svingen her, danske Bove.
og har full kontroll og sikrer Danmark 9 poeng i landskampen. Sælir áheyrendur, áhorfendur, ég komin aftur. Anítu laus, ég ekki með Anítu Hinriksdóttur hjá mér. Hún ósátt með sjálfa sig eftir þetta hlaup hérna áðan. Hún vill aðeins doka við. Við horfum bara fram á veginn, gott fólk, núna, því að framundan eru spennandi hlaup og eftir 9 mínútur ætti að fara hér á stað 400 metra hlaup kvenna. Þar skráð til leiks Þórdís Eva Steinsdóttir. Þannig að nú getum við hlakkað til þess að sjá hana hlaupa sína 400 metra. Hún kemur hér inn í keppnina með alveg hörkufínan tíma, 55.98 á best á árinu Þórdís Eva. En á mótinni nú reyndar engir aukvisar, þar á meðal gullverðlaunahafinn á EM undir 23 í 400 metra grindahlaupi, Elise Malmberg frá Svíþjóð. Og hún á rúmlega sekundu betri tíma heldur en Þórdís Eva á árinu, 54,87. Stangastökk, það heldur áfram. Þetta eru glæsilegi stökkvarar hér. Sela Mæjer frá Svíþjóð sem að stekkur. Svíar áttu á Evrópumeistaramótinu í Belgrad 3 í úrslitum stangastökk kvenna. Þannig að það ekkert skrítið að sjá sterka stangastökkvara í gulum búningi. Hreint ekki. Og raunar sama af hvoru kyni því að við vitum jú að Evrópumeistarinn í stangastökki karla, hann klæðist gulu. Einn efnilegasti stökkvari heimsins. Nei, það gekk ekki, get ég sagt ykkur. Og þið sem á mig heyrið, ég vona að ég sé ekki langt á undan viðbröðunum í mynd. En þarna sjáum við tímana, þeir eru komnir upp á skjáinn. Aníta Hinriksdóttir 2:06.40 endar hér í 4. sæti. Ósátt með tíman, sagði hún, ósátt með hlaupið. En það alveg ábyggilegt að svo finnska Sara Guivistó ekki óánægð með sitt hlaup. En meðan ég var að hlaupa hérna á eftir Anítu, að þá fór fram 800 metra hlaup karla og þar var frábær hlaupari Andreas Bube sem í sameiginlegu liði Danna og Íslendinga sem að sigraði, eins og þið sjáðu það, 1:49.75. 1:49.75 Andreas Bube. Andreas engin smá hlaupari. Hann varð Evrópumeistari árið 2012 utanhús. Þarf því ekki mikið að koma á óvart. Þið sjáuð væntanlega upp á skjánum úrslit í kúluvarpi karla. Þar einn yfir 20 metra, Markus Thomsen frá Noregi. Og svo það hér Viktor Pettersson úr liði Vésteins Hafsteinssonar með 19,55 í öðru sæti. Þá bara að sjá hérna Pál Haugen, vinn okkar Lillefoss. Sjáu þið þetta? Pál Haugen Lillefoss var að fara yfir 5:48 metra í stangastökki. Þetta engar glæsilega útfært hjá honum hérna. Stekkur upp á fínum stað
það sem við horfum á í stangarstökkinu. Nú get ég loksins bætt aðeins betur frá Sigurbirni Árna. Uppstökks hornið var glæsilegt, sveiflan frábær, enda fór hann yfir og hér er verið að rýna. Við sjáum væntanlega rýna í stökkið, Pál Haugen. En Melker Svord Jakobsson, hann er sömuleiðis skráður til keppni hér, hann á 5.80, þannig að Pál Haugen þarf nú að vara sig í stönginni. Þá sjáum við aðeins stigastöðuna, því að þetta er hér 4 liða keppni. Það er ljóst í kvennaflokki að Finnarnir leiða, en við stöndum nú bara ágætlega, Íslendingar og Danir. Þökk sé ágætis framgangi hér hjá okkar liði. Neste løpsøvelse 400 meter for kvinner og menn. Skal vi ha 1500 meter og 3000, ikke minst. Begynner en del av disse tekniske øvelsene også nå å bli ferdig. Og ykkur er velkomið að skjóta línu á okkur, mig, gegnum Facebook síðu Frjálsíþróttasambandsins. Eða þess vegna bara beint á Facebook ef það er eitthvað sem fram þarf að koma eða betur að fara. Ef þið eru að koma að skjánum þá heiti ég Freyr Ólafsson, stattur hér í Berum í Noregi. Og eins og þið byggust við er ég að horfa á NM inni. Og ferst á skjánum, það er gott að vera beintengdur. Vésteinn er að þjálfa Markus Thomsen. Sömuleiðis var mér bent á hérna í kúluvarpinu. Vésteinn er út allt. Takk fyrir þetta, endilega skjótið að mér upplýsingum. Ég er hér að reyna mig í fyrsta sinn sem þulur í streymisútsendingu og geri áreiðanlega fleiri vittleysur en tölur á komandi. En þið þá bara beinið mér í rétta átt. En sem ég bladra og bladra, þá hefur tíminn liðið svo hressilega að hér er barast að komin fyrri riðill í 400 metra hlaupi kvenna. Og það er verið að kynna þær til leiks hérna alveg hörku hlaupara sem eru þá keppinautar okkar Þórdísar Evu Steinsdóttur. Þannig að gjöruðu svo vel. 400 metra hlaup kvenna fyrri riðill, þá svarar það leið bara spurningunni sem við kannski brann á ykkur að Þórdís Eva er í seinni riðli hér í 400 metra hlaupinu. Og nánar tiltekið þá er hún Þórdís okkar Eva á 4. braut í seinni riðli. Það er það sem við höfum mestan áhuga á, þó að það sé virkilega gaman auðvitað að sjá þetta enn fyrri riðil, því að við þurfum að horfa á og sjá hvaða tíma þær ná stúlkurnar, en eins og þið sjáið þá hlaupa þær á 3., 4., 5. og 7. braut. Fyrri hringinn af 2 og hér eru þær komnar, það er Kristína Halonen frá Finnlandi sem að leiðir hlaupið, Elisa Malmberg er önnur, sem að ég sagði ykkur að var Evrópumeistari í 400 metra grindahlaupi. Þannig að já, nú sjáum við væntanlega að það gerast á skjánum sem við byggumst við. Elisa Malmberg kemur gríðarsterk og Elisa Malmberg fyrst í mark á 55,05 sekúndur. Það er aðeins frá hennar besta tíma árinu, hún á best 54,87. En enga síður alveg fantagóðu tími og til samanburðar að þá á Þórdís Eva 55,98. Ef upplýsingar í afrekaskrám eru réttar þá á Þórdís Eva 54,80. Það sendi mér þá einhver skeyti og leiðréttir ef ég er að fara með fleipur. En með við það þá á Þórdís Eva ágætis möguleika hérna í seinni riðlinum og eftir.
Þeir stökkva glæsilega þessi piltar í stangarstökkinu og fara yfir 5.48. 5.48 og þetta var sænska hetjan Melker Svord Jakobsson sem á 5.80, hann var búinn að fella tvisvar sinnum Melker Svord Jakobsson, þannig að það von að hann hafi strokið ennið hérna áðan, Melker Svord Jakobsson. Það von að hann hafi verið, þarna sjáum við væntanlega. Það búið að staðfesta við mig að þetta rétt, það 54.80 sem að Þórdís Eva á best í 400 metrum. Þannig að við verðum bara virkilega eigum framundan mjög spennandi hlaup. En ég stakk í að sýna ykkur, þarna sjáið þið hvað eru glæsilegar á skjánum. Þessar hástökkstúlkur, svo sem að þarna nagaði neglur, María Rún Gunnlaugsdóttir, sem að nýbúin að bæta sinn besta árangur, stökk 1.74 fyrir skemmstu. Það virkilega gaman að sjá að hún í bætingaformi, María Rún Gunnlaugsdóttir. Og þetta verið að kynna þeim reglurnar hér, hástökkstúlkunum. Og raunar þetta alveg ógnar sterk hástökkkeppni hér í dag. Það eru á árinu 3 stúlkur búnar að stökkva yfir 1.90 í hástökki. Það verður nú að játast alveg eins og að María Rún Gunnlaugsdóttir á nú ekki von á gulli endilega hér í dag, en það mestum vert ef að hún að vera við og jafnvel bæta sitt besta. En framundan næsta hlaupagrein, þriðji viðburður sem að við höfum beðið lengi eftir. Nú stígur hún hér út á brautina, Þórdís Eva Steinsdóttir sé ég. Hún í hörkuformi og tíminn sem að úr fyrri riðlunum veit bara á gott. Við bara eigum bara að getum alveg sagt það er bara ágætis möguleiki hjá henni Þórdísi Evu ef hún nær sínu besta hlaupi hérna á eftir. Þá það bara, það eru 55.04 sem að Elísa Malmberg náði í fyrri riðli best. Nú verða þær kynntar á skjáinn. 400 metra hlaup, kvenna, NM, seinni riðill. Sjáum þið nú vonandi heima hvar sem þið eru Þórdís Eva Steinsdóttir á. Frábær hlaupari Þórdís Eva á best 54.80. 55.04 bestur fyrir riðlinum. Nú þurfum við að sjá Þórdís Evu ná sínu besta. Hún á aðeins lakari tíma á árinu. En hún með þetta áreiðanlega í kroppnum núna, allt til þess að ná að hlaupa undir 55.04. Það það sem við viljum náttúrulega sjá. Það eru komnar að stað. Hér hlaupa fínt að staðinn. Það hörku hlaupari hérna sem að hleypur fram úr Þórdísi Evu. Það svo finnska Eva-Lína Matanen sem að hleypur virkilega vel. Þórdís Eva öftust þegar að 200 metrar eru búnir. Hleypur sterkum skrefum. Hleypur mjög sterkum skrefum og núna fer hún að
þarf hún að stika áfram, stytta aðeins þarna, nú kemur og það mikil barátta, hún kemur í beygjuna, Þórdís Eva, nú kemur hún sterk á lokasprettinum, þetta hennar sterkasta, nær hún þeim, hverjum nær hún, nei, því miður náðum þeim ekki, við sáum ekki sigur í dag en kröftugt hlaup á Þórdís Evu Steinsdóttur. Ég sjáu að vonandi á skjánum Þórdís Eva barðist hér í lokin, þær voru mjög jafnar, þessar fjórar í seinni riðlinum, mjög jafnar, en það gekk ekki. Stangastökk, karla okkar uppáhald hér á skjánum, Pól Hákon Lillefoss, yfir. Frábært stökk á Pól Hákon. Við erum að tala um 5.56, 5.56 fór Pól Hákon yfir í fyrstu tilraun, Pól Hákon Lillefosse, hörku norskur stökkvari hér. Og þetta var bæting hjá Pól Hákon Lillefosse, hann átti best 5.50, var að bæta sig 6 cm hér. En halda glæsileg stangastökk áfram, 4.75, 4.75, eru það að sjá þetta stökk? Þetta glæsilega útfært stökk. Hér klikkar ekkert. Frábær teknileg útfærsla, snertir rána, nógu lítið hér til þess að fara yfir Mikaela Meyer frá Svíþjóð. Frábært stökk. 4.65 yfir í fyrstu tilraun Mikaela Meyer frá Svíþjóð. Og hún heldur betur að bæta sig því að hún átti best 4.57 fyrir þetta mót. Búinn að stökkva 4.75. Meira að segja Vala okkar Flósasdóttir eða Þórey Edda Ellisdóttir náðu ekki 4.75. Frábærar og þær voru nú. Þannig að þetta alveg sérlega glæsileg stangastökkskeppni sem við erum vitni af hér á Norðurlandamótinu. Og þið sem að heyrðuð Gunnar Pál Jóakimsson sáuð hann á Facebook í gær eða morgun, þá vitið þið að það sama og þið upplifið hér að þetta Norðurlandamót virkilega sterkt mót. Hér alveg greinlegt að allir þeir sterkustu á Norðurlöndunum mæta á þetta mót. Þeir ekkert að fara annað því að hér hörð samkeppni, hér eru frábærar aðstæður og núna bætum betur að auki bein útsending á netinu. Til hamingju Ísland með það. En ég ætla aðeins að kveðja ykkur hér í beinútsendingunni og reyna að ná samtali við þau hérna niðri. Men han jo et av de eksemplene på de som lykkes bedre inne enn ute. Hva det som grunn til at noen trives bedre med dobbelt så mange svinger? Nei, det litt typebestemt, tror jeg. Små, korte, kompakte løpere har en tendens til å trives bedre innendørs i de her skarpe svingene. Har litt bedre utforming for å takle G-kreftene som oppstår i svingene i den farten. Har du tyngdepunktet litt høyere, så det litt vanskeligere i den farten du faktisk må ha på 400 meter og kortere. 800 meter oppover, så ikke det noe veldig stort problem. Før vi kommer så langt, så det fortsatt folk som deltar i stavsprangkonkurransen. Karsten Warholm kommer i det andre heatet på 400 meter. Der får vi tidene på
de to forskjellige heatene. På 400-meteren, det ikke noen, det bare en finale her, men de deler det altså opp i to. Ja, som vi har vært inne på, for å unngå å bruke bane 1 og 2. Så det samme blir jo nå når herrene skal ut. Vi så jo i Ulsteinvik hvordan kampen var hard mellom Aslak og Warholm, med det å være førstemann inn til lista. Og der kan det også, som du nevnte, fort skje noen uhell. Skal vi se igjen her da. Nei. Klarer ikke den høyden Lillefosse. Ágætu áheyrendur. Það komið að næsta hlaupi, bara strax. Áður en við förum í viðtal, það verður viðtal hér á eftir. Vona ég nái hérna Þórdísi Evu og Gunnari Páli hér eftir augnablik. En Kormákur Ari Hafliðason, hann bara hreinlega komin út á brautina í 400 metrar á hlaupinu. Við ætlum ekki að láta það fram hjá okkur fara. Kormákur Ari á 49.20 best, hljóp það á móti í Växjö í Svíþjóð fyrr á þessu ári. Hann fær nú því miður ekki að hlaupa hér á móti hetju dagsins Karsten Warholm, en hann fær að hlaupa meðal annars á móti þessum Nick Ekelund Arander. Og þið sem að mættuð á Reykjavík International Games síðustu helgi sáuð þar Nick Ekelund hlaupa vel. Hann kemur inn með 48.13, hljóp á aðeins lakari tíma á mótinu á rigg en svipuðum. Þannig að það ljóst að Kormákur Ari, hann þarf að hafa fyrir þessu hér. Það bara gaman að því, hann er efnilegur hlaupari. Svensk rekorden. Indørs på 400 meter på 46.31. Nick Ekelund Arander. Sá ég Kormák Ara eitthvað högta þarna í byrjunni? Mér fannst það. Og hérna koma þeir siglaðir fram úr honum. Þeir eiga náttúrulega alveg fanta góða tíma þessi strákar. Við byggumst alveg eins við þessu. En ég býst líka við því að sjá Kormák Ara koma sterkan inn. Hann nú eitthvað viltur strákurinn hérna. Hann var eitthvað að flakka á milli brauta. Við vonum að það taki ekki úr honum allt hér á seinni helmingnum. Og mikilvægasta helmingnum að sjálfsögðu. Skiptir ekki öllu máli hvernig menn starta, heldur hvernig þeir koma í mark. Það Nick Ekelund, Íslandsviðlur, Arander sem að kemur fyrstur, nei ekki aldeilis. Það Erik Bak sem að stingur sér fram úr og sáði Kormák Ara. Það var alveg ljóst að Kormákur Ari var að koma hér á sitt fyrsta fullorðins Norðurlandamót. Hann var eins og ég segi að kálfur að vori hérna í upphafi, hann var eitthvað að högta, flakka á milli brauta, vissi ekki vart hvort hann var að koma eða fara. En í lokin sáu við þetta, þá kom Kormákur Ari með sprettþolið sitt sem við þekkjum hann svo vel fyrir og hljóp virkilega vel hérna síðasta hlutan. Ég vonaði að sjá þetta núna á skjánum, það var nóg eftir hjá Kormáki Ara. Þjálfararnir þurfa bara aðeins að fara yfir þetta með honum næst. Taka bara Karsten Warholm stílinn á þetta næst og bara spretta á fullu upp úr blokkinni. Þá mega þeir nú fara að vara sig þessi strákar. Þetta Kormákur Ari Hafliðason, ungur og virkilega efnilegur hlaupari úr FH sem var að gera vel hér. En ég ætla að fara niður og leyfa ykkur að heyra í öðrum FH-ingi Þórdísi Evu Steinsdóttur sem hljópa ágætlega hérna áðan. For 48.61, da har tatt den årsbeste med 100-del, Maurits. Melkesvärd Jakobsson leder statsbrandkonkurransen, vært over 5.61 Melker. Så Pål Haugen Lillefosse forsøker på det samme. 5.61. Har allerede persa i dag.
hopp på da, sånn at nå begynner å være litt sliten for en ung gutt også. Virkelig levert i dag da. Har ett forsøk igjen, men må jo være fornøyd med det han har levert her i dag, selv om han ikke klarer 5.61. Ja, og det er ikke flaut å bli slått av Melke Svärd Jakobsson fra Sverige, for han har gjort 5.80 tidligere i vinter. Og slått hele verdenseliten bortimot. Sitter her og speider litt etter Karsten Warholm. Ikke kommet seg ut på banen helt enda. Og der har vi han. Glemmer at han har skiftet hårfarge. Ja, blond da. Her ser vi Karsten. Satt altså ny rekord da i Ulsteinvik. Der han løp på 45.56. Her har vi resultatene lengder. Finsk seier. Taika Koilahti ledet konkurransen tidlig og holdt den ledelsen hele veien. Og her har vi Carl Bengtstrøm. Han har løpt på 47.78 tidligere i år. Så er det forskjellige farger på skoene også til Karsten Warholm. Ja, det er fordi at han ble verdensmester i 2017 i London. Og til alle som ble verdensmester der og løp med det skomerket der, så ble det laget en egen kolleksjon for 2018-sesongen. Jeg trodde bare han sleit med hva som er høyre og hva som er venstre. Det var ikke så ille. Já, gott fólk, við ætlum sko ekkert að fara að setja eitthvað viðtal yfir þetta hlaup sem að framundan er. Hetjan er komin á brautina, Karsten Warholm. Komin, fættur í Ulsteinvík hér, 6.000 manna bæ, vestur Noregi. Efnilegur, kottnungur, tugþrautarmaður sem allt í einu er orðinn einn fremsti hlaupari heimsins. Evrópumeistari, heimsmeistari. Já, hver veit hann getur orðið Norðurlandameistari hér í dag. Það er eitt sem ég veit, hann langar til þess að ná í Norðurlandamet. Hann á ekki Norðurlandametið. Hann á brautarmetið, hann á mótsmetið, en hann deilir Norðurlandametinu með Jimmy Sola Larsen. Hlaupið er komið af stað. Karsten Warholm kann bara eitt. Það er að gefa allt í botn. Frá fyrsta metra er það stíll Karsten Warholm að gefa allt í botn. Hann kann ekki að rúlla. Það er alveg sama hvort það er heimsmeistaramót, Evrópumeistaramót eða smámót í Noregi. Hann gefur allt í þetta, alltaf. Og hér er það fremsti 400 metra grindahlaupari heimsins í dag, Karsten Warholm, 22 normaður sem er fyrir framann fullan sal af sínu landsmönnum að hlaupa frábærlega eins og við að búast. Hann gefur allt í þetta, 45.67. Það er frábært að sjá Karsten Warholm hlaupa. Frábært hlaup. Það er ljóst að hann pakkaði saman mótsmetinu hér í dag. Hvattur áfram af ungum aðdáendum. En ennum sinn verður hann að deila Norðurlandametinu með Jimmy Sola Larsen, held ég, því að þetta er 45.65 sýnist mér. 45.65. Því líkur hraði á Karsten Warholm. Ótrúlegur þessi drengur. Aldrei neitt skilið eftir. Aldrei neitt. Ótrúlegur drengur. Frábært. Nú fáum við að sjá Íslendingana í viðtölum
eftir augnablik og hlakka til að sýna ykkur það. Vonandi sjást eitthvað María Rún Gunnlaugsdóttir á skjánum, en eftir augnablik hér viðtal við okkar fremsta fólk som búið að vera að keppa hér í dag í Bærum í Norge og NM inni. På den tiden av året der du kanskje vanligvis i dårligst form. Lillefosse i sitt siste forsøk på 5.61. Det går dessverre ikke. Han har ingen grunn til å henge med Geipen. Han setter ny personlig rekord her i dag og viser at det bor mye i den unge kroppen, og denne høyden her kommer han til å gå over en eller annen gang. Ja, det tror jeg ikke vi trenger å lure på. Det her en ung gutt med ambisjoner og med masse vilje. Det jo 5.65 som EM-kravet. Det liten tid å gjøre det på. I gang med høydekonkurransen. Et over 1.70 her. Fin åpning. Det betyr kanskje ikke så mye, men det handler litt om å komme inn i konkurransen og føle at ting stemmer. Kjenne litt på dekket med fullt tilløp og prøve å lete litt etter godfølelsen, rytmen. Kjenn på at tilløpet skal stemme. Hafdís Sigurðardóttir. Þetta gekk ekki alveg í dag, eða hvað? Nei, það fór ekki alveg eins og ég hefði viljað. En serían var ágætt, en ég fílaði hann ekki alveg nógu vel. En svona þetta bara. Ok, þú fílaði ekki alveg nógu vel, en keppnisaðstæður samt og keppinautar, allt í góðu með það? Já, bara líkamlega var ég ekki alveg í standi. En það var frábær stemming í höllinni og allir tóku undir og keppnin var flott líka. Þannig að ég bara náði bara því miður ekki alveg að performa eins og ég hefði viljað. Við sem höfum séð myndina Hafdísi vitum að þú gefst aldrei upp. Þetta búin að vera löng leið. Hvernig ástandið heima núna þegar þú ert hér? Ég að gera ýmislegt í lífinu, þannig að ég er með eina litla og við erum að flytja og það er allt að gerast. En maðurinn minn stendur sig eins og hetja og styður mig 100% og fjölskylda mín, þannig að ég er að lifa drauminn að fá að halda áfram að keppa og æfa frjálsar. Ég nýt þess. Og við njótum þess sannarlega líka, Hafdís, en segðu mér, við erum að tala 6:50 er lágmarkið. Hvað eru margir dagar eftir? Það næsta helgi síðasta séns. Þannig að þá bara ég held bara áfram. Ok, og hvar ætlarðu að stökkva þá næstu helgi? Það bara í Laugardalnum, bara heim á Íslandi. Er það á móti á Laugardalnum á Íslandi, þannig að þangað getur fólki komið og hvatt þig? Já, bara endilega fylla Laugardalshöllina og hafa gaman og styðja þetta flotta fólk sem við eigum. Koma okkur alla leið. Frábært, takk kærlega fyrir Hafdís Sigurðardóttir langstökkvari. Takk fyrir. Om ikke så alt for lenge så gjør vi oss klar til en ny spennende øvelse. En øvelse som vi har sett frem til. Vi skal vel ha 3000 meter for kvinner, om ikke så alt for lenge. Ja, først... Eller kommer det litt senere kanskje? Neida, det er neste løpsøvelse det. Om cirka 10 minutter. Det er jo en spesiell grunn til at vi gleder oss til den, Vebjørn. Ja, det er fordi at Karoline Bjerkeli Grøvdal kommer til å utfordre Ingrid Kristiansen sin norske rekord, og detaljene rundt det skal vi komme nærmere tilbake til. Det begynner å nærme seg slutten på stavsprang-konkurransen. Melker Sverd Jakobsson har over har prøvd seg på 5.82. Leder Pål Haugen Lillefosse kom over 5.56. Og har gått over også Melker Sverd Jakobsson.
på 5,82 skal han ha gjort. Et øyeblikk jeg ikke helt fulgt med, så han vinner den konkurransen. Det blir en andreplass til Pål Haugen Lillefosse. Ja, verdifulle poeng det. Og artig at en ung gutt er med og sanker poeng. Vi nevnte jo at det er mange sterke som stiller til start her i dag. Noen få vi mangler. Vi var så vidt innom Sinne Oparaebo, som ikke er her. Henrik Ingebrigtsen er heller ikke her. Amalie Juel er ikke her. Er det noen flere du savner? Ja, det var Thomas Roth som vi gjerne skulle ha sett på 800 meter. Sinne Oparaebo kunne han nok helt sikkert hatt en plass på sprinten her, i hvert fall på 60 meter, men sånn er det da. Det er ikke alltid man får til å mønstre absolutt topp mannskap da, men det skal løpes en Europacup for landslag til sommeren, og den skal foregå på hjemmebane i Sandnes, og der regner jeg med at det norske landslaget definitivt er fulltallig. Når det skal kjempes om opprykk, det er jo divisjonssystem mellom landslagene på sommeren. Og EM for lag, som det heter nå, går da annethvert år, og i år så er det altså Sandnes som er vert for den landskampen. Ja, mens vi venter på neste øvelsene her, kan vi oppsummere litt sånn kort. Ja, de holder på med høyde her, men hvordan ser du status for norsk friidrett starten av denne sesongen? Nei, det skjer mye positivt. Det så ikke sånn ut på siste poengsammenstilling her, men norsk friidrett er i medvind som aldri før. Vi har langdistanseløpere, vi har mellomdistanseløpere, vi har i ferd med å utvikle oss på kast. Vi har unge utøvere, og jeg tror de her arenaene som vi befinner oss på nå, det er nye innendørshallene, de tror jeg er viktig for rekrutteringen i norsk friidrett, at det er gode treningsfasiliteter gjennom tøffe vintermåneder. Og Tonje fortsetter fine utviklingen sin i konkurransen, med å gå relativt kontrollert og behersket over. Får en pekefinger av Roger Hollup her, som kanskje ser noen små ting som kunne ha vært gjort bedre, men alt ganske så bra. Så er det Melker Sverd. Skal over, hva er det han har satt det på nå da? Oi, går over igjen her. Der lå lista på 5,82 altså. 9 centimeter høyere enn Sondre Guttormsen gjorde natt til lørdag i New Mexico. Ja, litt snill list som blir liggende. Ja, jeg blir overrasket hvis Melker Sverd Johansson gjør et enda høyere resultat, og der var marginalt. Man selvfølgelig treffe enda bedre, men 5,82 altså. Det er stavsprang i verdensklasse. Ja, det er det. Han har jo da persa med 2 centimeter her i dag, Melker Sverd Jakobsson. Han hadde 5,80. Þórdís Eva Steinsdóttir, Norðurlandamót í Berum, 400 metrar, hvernig var þetta? Bara fínt, en ég hefði viljað fara hraðar á staðinn, annars er ég bara glöð. Góður endasprettur. Við sáum það, við sáum að þú varst algjörlega komin í þær. Hvað varst að hugsa þá í startinu? Ég veit ekki, bara fínt, en ég hefði mátt vera eftir þessari finnsku inn á fyrstu brautina og mér fannst ég eiga meira inni af því ég var ekki alveg nógu þreytt í endan eins og ég hefði viljað vera. Ok, nóg inni, okkur sýndist það nefnilega. En þetta er ekki þitt fyrsta mót, hérna í NM-mót? Nei, þetta er þriðja. Kepti 2016 og í fyrra og núna. Frábært, þú varst í hörkukeppni. Hvernig finnst þér annars þetta mót? Hvað sagðirðu? Hvernig finnst þér þetta mót vera? Mér finnst gaman að keppa hérna og alltaf svona góða jöfn keppni. Og það var það heldur betur hérna í dag. Þú varst bara rétt og eftir næstuði búin að stinga þér fram úr þeim í lokin. Þú varst ekki að bæta þig í dag, er það ekki rétt? Jú, það er svona sekúnda frá mínu besta næstu. Kemur bara á MI bæting. Þannig að það er bara stutt í bætingu. Þú ert í bætingaformi? Já.
það fínt bara. Við hlökkum bara til að sjá þig bæta þig. Áfram Þórdís Eva. Já. For å gjøre det så har hun planlagt å springe 35 sekunder per runde her da. Det vil si at hun springer en fart på 2,55 per kilometer. Og gjør du det 3 kilometer steady på rekke og rad, så springer du 8,45. Dobbelt svensk i stavsprang, Meyer og Jakobsson. Forrige gang, hun har jo ikke løpt så veldig mange 3000 meter innendørs, Karoline. Forrige forsøk i Ulsteinvik gikk ikke fullt så bra. Da hadde hun fartsholder denne gangen uten fartsholder. Ja, det har vært mye rar løping av fartsholdere de siste par årene, både på store og små stevner. Og løpssterke utøvere, når det ikke er tøffe, vanskelige værforhold, de kan kanskje klare det like godt selv. Det er flere og flere som tenker som så at det å få springe i sin egen fart, steady, rolig, bestemme selv, er kanskje vel så bra. Karoline er sterk nok til å gjøre det her, og jeg tror med litt formstigning fra Ulsteinvik, litt jevne løping, litt fornuftigere åpning, så bør den rekorden på 8.50,26 leve veldig farlig. 8.52,79 gjorde Karoline med en sterk avslutning i Ulsteinvik, men jeg tror det er enda mer å gå på. Hun er ikke helt alene her. Pernille Epland er også med, står litt lenger inn. Da har vi Kajsa Tyni fra Finland, Jannika Rauma også fra Finland, Maja Alm, danske, veldig, veldig spennende dame. Simone Glad fra Danmark også med. Så har vi Samravit Mengstiab fra Sverige og Linn Söderholm. Og Maja Alm er en litt spesiell person. Ja, Maja Alm står helt innerst her, nærmest lista. Maja Alm er 4-dobbel verdensmester i sprintorientering og vann VM individuelt i sprintorientering. Sæl verið þið aftur sem að á mig hlýðið. Ég vona þið hafið haft jafn gaman af því að heyra í krökkunum eins og ég hafði við að stelpunum og eins og ég hafði að spjalla við þar. Þetta eru frábærar stelpur og ég bara trúi því sem það segja að það eru í bætingaformi og við þurfum bara að fylgja þeim vel eftir næstu helgar. En ég ætla að tala hérna eftir augnablik við Kormák Ara Hafliðarsson, hlaupara nefnilega, þannig að bíðið eftir því. Og það verður gaman að fylgjast með því. Heyriði, en hérna nú að fara af stað hlaup, en hér meðan við vorum meðan ég var að tala við krakkana, þá sýnist mér hreinlega María Rún Gunnlaugsdóttir, er hún búin að fara yfir 1.75? Ég sé ekki betur. Við fylgist með úrslitunum, ef ég er ekki að fara línuvilt hér í þessu frekar slaka úrslitakerfi sem ég er að horfa á. Þá erum við að tala um bætingu hjá Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Já, hún stendur út á brautin og býður eftir hækkun, það er ekkert annað. María Rún Gunnlaugsdóttir fór yfir 1.60 í fyrstu tilraun, 1.65 í fyrstu tilraun, 1.70 í fyrstu tilraun, 1.75 í annari tilraun. Frábært. Algjörlega frábært. Hér og hefur hérna mjög fínan aðgang að, þarna sjáum við hana aðeins á bregða fyrir á skjánum Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Þeir eru ekki að sinna útsendingun af henni sem skildi, þó áhuginn sé mestur hjá okkur. En þetta eru gleðitíðindi. Ég held þá að þetta sé fyrsta bæting dagsins hjá íslenskum keppanda. María Rún Gunnlaugsdóttir var komið 1.74 inn í mótið og stekkur hérna 1.75 og er vonandi bara hreint ekkert hætt. Þannig að það er hérna gaman að sjá að það er Guðmundur Hólmar Jónsson, hann fær að vera þarna bara á hliðarlínunni við hliðina á Maríu Rún og hann er greinilega að ná út úr henni þar sem að við sem að höfum séð Maríu Rún stökkva undanfarin ár höfum vitað að byggja í henni. Þetta er búin að vera lengi 1.80 metra stökkvari en hefur ekki alltaf auðnast að ná því út úr sér.
En ég bið ykkur afsaka, það virðist vera núna töf á hljóðinu en ekki öfugt. Þannig að það eitthvað samræmingar smá vandamál. En eru þið ekki þá bara tilbúin? Þau að horfa á stökkið María Rún og Guðmundur Hólmar. Hún búin að fella einu sinni, það 1.80 takk fyrir. Ráin komin í 1.80 hástökkinu. Þið sjáu þetta inn á miðjunni að María Rún inn á miðjunni. Og þetta virkilega skemmtilega og áhugaverð hástökkskeppni. 1.80. Þær eru búnar að fara hérna í, það ein allavega dottin úr leik og mér sýnist þetta bara líta virkilega vel út hérna. Þetta frábært að fá bætingu, María Rún Gunnlaugsdóttir. Nú ekki fáum við að sjá þetta en ég bara mun lýsa þessu. Þetta verður eins og útvarpslýsing. Aðeins sjáum við þarna inn á miðjunni að María Rún spígsporar og bíður þess að fá að stökkva. Næsta stökk í hástökki kvenna. Búinn að bæta sig 1.75 og stekkur næst aðra tilraun á 1.80. Og það rétt að hérna ég ætla að spurt úrslit hér og úrslit má finna á já, hér ég ætla að segja að það væri úrslit á Nordenkampen en ég hreint ekki svo viss að Jú, það úrslit á Nordenkampen en ég held að ég gerum mitt besta til þess að uppfæra hér heimasíðu frjálsíþróttasambandsins, það að segja nm.fri.is með bein úrslit tengilbeint á úrslitin. Ég ætla að sjá hana Maríu Rún. Ég vona að við sjáum Maríu Rún stökkva yfir. Já, María Rún Gunnlaugsdóttir, hún komin út á brautina. Ég hræddur að fáum ekki að sjá hana stökkva í útsendingunni, þannig að það verður ekki annað heldur en bein lýsing mín. María Rún hleypur af stað, 1.80. Nei, nú hún komin í gírinn sem að ekki góður. Þarna hljóp hún inn í dýnuna án þess að reyna sig við 1.80. Þetta ákveðin áskorun með það. Og þulur hér í dag, Freyr Ólafsson heiti ég. Og á móti sem þessu þurfa þulir að gæta margar hlutverka. Ég að uppfæra nm.fri.is, þannig eftir 1 mínútu verða bein slóða úrslit komin þar inn. Slóða úrslit, þetta hérna inn. Nú búið að vista nm.fri.is ef að þið tímið, ég veit ekki hvort tímið að fríska upp á heimasíðuna hjá okkur, en það má líka fara inn á Facebook, Event Frjálsíþróttasambandsins og finna þar
þessa slóð. Henni verið bætt inn líka hér. Ernemi frjálsum, Nordenkampen í streymi og þar bætum við inn líka núna þessari slóð. Jæja, gott fólk. Herðu, þá ætla ég að fara og tala við Kormák Ara Hafliðason. Hann kemur í viðtal hérna eftir augnablik. Fortsatt fin flyt, synes jeg, i løpinga til Karoline. Synes hun smiler litt grann her. Ringes på 8-12. Da tror jeg vi kan si at dette her går veien, gjør ikke det da? 8:50-26. Biter hun tenna sammen. Ut på siste runden. Stormer inn mot den siste svingen nå, Karoline. Kom igjen. Har krefter å gå på her, har ikke det da? Ser ut som hun legger inn en grei spurt på de siste 100 meterne. Ut på oppløpssiden. 8:50-26. Dette skal da gå. Det skal gå med glans. Ja da, 8:40. Hva stopper det på da? Ja, cirka 8:44, men det betyr at den siste 1000-meteren var helt fabelaktig, og den avslutningen Karoline viste oss der, den kan jeg ikke huske å ha sett så sterk av Karoline kanskje noen gang. Det minnet meg mer om en avslutning på en 1500 meter. Det var Karoline Bjerkeli Grøvdal i kanonform vi så der. De 2 siste rundene der, dem var det ekstremt høyt nivå på. Vi sliter litt med å få stoppet klokka her, så vi veldig spent på å se hva den nye norske rekorden innendørs på 3000 meter er. Men som du sa, en avslutning som det lukter svidd av. Brukt litt tid på å springe seg inn i løpet, sprang helt klokkerent i 2 kilometer, akkurat like fort, litt saktere enn 35 runder, men det gjorde også at du har hatt massevis av krefter å ta med seg ut på den siste 1000-meteren. Han har hatt de 5 siste rundene her, altså de siste 1000-meterne. Kormákur Ari Hafliðason komin til minni viðtal. Til hamingju, þú varst víst að bæta þig. Já, takk fyrir. Þetta var bara mjög fínt. Heyrðu, segðu okkur, ertu komið með tíman? Hvað segirðu? Tíminn 48:55. Þetta ótrúlegt því að ég sá ekki betur en að startið og svona fyrstu metrarnir væru aðeins hikandi, það rétt? Já, það var eitthvað smá hægt. Ég svona startið smá í ruglinn hjá mér en ég reyndi bara að koma sterkur í lokin í stæðin. Gerði það heldur betur, það var frábært að fylgjast með þér. Heyrðu, en það var einhver gaur þarna í næsta riðli. Hver það? Á eftir þér? Já, Karsten Warholm. Já, hann var frekar flottur hérna í riðlinu sínum. En maður nær honum ekkert setna bara. Já, það nefnilega það sem ég sýndist. Getur verið að þú þurfir kannski bara að taka upp Karsten Warholm stílinn, negla af stað og sjá hvað gerist? Já, það kannski að prófa það einhvern tímann. Já, það var alveg ljóst að það var nægur hraði eftir og orka í restina. Segðu mér, ertu sattur núna? 48:55, er það nóg? Nei, alls ekki. Mér finnst að vera búið eitt af betur hlaupunum sem ég hlaupið og ég aðeins að komast inn á hvernig ég vil hlaupa þetta. En ég held ég samt alveg ennþá nóg inni til þess að gera betur. Heyrðu, en af því að það ekkert allir sem að þekkja þennan Kormák Ara Hafliðason. Viltu aðeins segja okkur frá frjálsíþróttamanninum Kormáki Ara? Ertu búinn að vera lengi af? Sko, já, ég hef alltaf verið í frjálsum en ég var alltaf fyrst í fótbolta. Og svo kannski fyrir svona 4-5 árum þá fór ég alveg inn í frjálsanar. Og ég hef bara núna verið að reyna að koma inn í það, almennilega. Já, með einhverjum smá árangri. Heyrðu, en ekki rétt hjá mér, þú ert nú ekki alveg einn í fjölskyldunni í þessu? Það eru fleiri? Nei, ég á tvíburasystur sem heitir Melkorka. Hún var held ég alveg tæp að komast hingað og hún að hlaupa rosalega vel. Þannig að ég hlakka bara að sjá hana með mér á næsta móti. Ekki spurning, heyrðu, en ég held bara áhorfendur heima, þeir eru örugglega spenntir líka að sjá þig og þá systur þína líka á næsta móti.
Já, ég líka. Takk kærlega fyrir Kormákur Ari Hafliðarsson, framtíðar 400 metra hlaupari Íslendinga. Gangi vel. Takk kærlega. Takk kærlega. Så kommer Henrik Flåtnes i år, mens Daniel Kosonen og Simon Wiklund fra henholdsvis Finland og Sverige har hoppet 2.12. Det har litt å strekke seg mot der. Minner om at årsbest i Europa så langt er Melissa Courtney fra Storbritannia på 3000 meter som har gjort 8.43,36. Neste på lista er på 8.47, så det... Jeg tror hun er imellom der, tror du ikke det? Ja, helt sikkert. Hvis klokka ikke var helt ut å kjøre her. 8.44,68. Ja, det står det 8.44,68 inn på en soleklar andreplass på Europastatistikken. 9.14,87 på Maja Alm. Ja, ble litt for ivrig, tålte ikke åpninga, ble slått litt ut av den Maja Alm. Og da tror jeg faktisk vi har et intervju liggende nå med Karoline. Ja, vi gratulerer selvfølgelig Karoline Bjerkeli Grøvdal med en flott ny norsk rekord i det vi nå gjør oss klar til at gutta skal i gang med sin 3000 meter. Ja, det skjer mye her. Vi så at Tonje Angelsen svingte seg over 1,84 i høyde i første forsøk. Etter å ha brukt 3 forsøk på 1,80, så det var bra at hun kom litt tilbake i stimen. Ja, Tonje Angelsen leder høydekonkurransen blant damene. Tar vi med det også. Og så 3000 meter for gutta. Filip Ingebrigtsen i bildet er av de som må løpe under EM-kravet. Men det har vi store forhåpninger om at han skal klare ganske enkelt. EM-kravet er på 8.05. Det bør være lekende lett, men det skal løpes først. Jobben skal gjøres. Han er selvfølgelig ikke alene her. Filip Ingebrigtsen, Sigurd Ruud Skjeseth står ved hans side. Ossi Kekki fra Finland er her. Det samme er Hannu Granberg, Peter Glans og Jonas Gertsen fra Danmark. Så har vi David Nilsson og Simon Sundstrøm fra Sverige. I tillegg til Erik Ude Pedersen, som er fartsholder. Og hva kan du fortelle om Ingebrigtsen-klanen? Hva er det de har bedrevet med i det siste, Vebjørn? Du, de har trent som vanlig. Det har vært 4 uker i Dullstrom i Sør-Afrika på ca. 2000 meters høyde. Har hatt et fantastisk treningsopphold. De har hatt en ny, lang periode helt siden oppstart ca. 1. oktober med god kontinuitet. De
Han måtte stå over ei økt I Dullstrøm på grunn av lyn og torden og regn og vanskelige værforhold, men det var også den eneste treningsøkta de har stått over siden oppstart 1. oktober. Det betyr 4,5 måneder med trening, 2 til dels 3 økter per dag over lang tid, med god, solid grunntrening, 170 kilometer pluss hver eneste uke. Filip har vært fantastisk, Jakob har vært fantastisk. Henrik tilbake igjen og føler seg sterk og solid, men blir kanskje likevel litt sånn kasteball mellom brødrene sine. Men det 3 Blad Ingebrigtsen på full fart mot en ny, solid sesong. Vi skal jo også da til Glasgow om litt mindre enn en måned for å delta I EM der, innendørs. Det jeg lurer på, Vebjørn, kan det være en utfordring for Filip her at de har vært I høyden, og nå ligger han på dag 5, 6, 7. Det bruker jo ofte å være en tid hvor hvor du kan bytte litt imot etter et høydeopphold. Ja, det litt forskjellige erfaringer, men sånn, kanskje standarden tilsier at dag 5 til 7 etter at du kommer ned fra høyden kan være litt vanskelig. Da kan kroppen føles litt tung og rar og vanskelig, og at det samarbeider litt dårlig, at det svarer litt dårlig. Fra dag 10, 11, 12 og utover så det ofte lett og bra. Og nå vi på dag 6, sånn at det sånn sett kan være en litt tung og dårlig dag, men nå det sånn at både EM-krav og resten av feltet her skal Filip leke seg med om han har en svært dårlig dag også. Og som Gjert sa, han trodde Filip klart Ég svo heppinn að ég hérna komin með viðtal hetju vestlendinga Karsten Warholm. Ég ætla að leyfa mér að tala við hann á ensku. Við getum talað saman norsku við Karsten, en ég hugsa að fleiri heima skilji ensku heldur en íslensku. Heldur en norskuna, afsakið. So switching to English, Karsten Warholm. What a run in front of your home crowd. How did it feel? I felt really good. I was strong today and managed to do a really good time, so it was amazing, especially in front of home crowd. Yeah, I noticed that. It was just almost a Nordic record, but a meet record, I do think. Yeah, it was a meet record, and that was really fun to have. Yeah. I wanted to have you on an interview with Iceland, because I am very much fan of you, and the Icelanders are as well. And we link to you coming from Ulsteinvik, from Vestlandet, ikke sant? So, do Icelandic kids who are training now in a 305 or 5,000 people community have a chance to become the next Karsten Warholm? Yeah, I think so, absolutely. I think the best thing you can have is to have a good training community and people and adults taking care of the kids and manage to give them a good training and a safe place to be, and that is what I had as a young child, and that is what I think everyone can achieve all over the world, actually, if the adults are let's say good enough. Okay, there's one other thing. You started in decathlon or heptathlon. Would you recommend that for young athletes? Everyone has to find their own way, but I think it's very good to train with huge variation, and that is what I did as a young child, and therefore I think I have less injuries and also manage a lot of things, so I think it's really good. Okay. There's one other thing that you tend to have that I don't see in every athlete. That is this crazy start in 400 and 400 hurdles. Is that part of your talent, your character? Where does it come from? I think it's more character, and I think also Icelandic people have the same character. They are almost Viking like they're Norwegians, and we have a tough way. We run out hard, and we're just hoping to last till the end. So that is a thing that I like to do, and it's my way to do it. But people also do different kind of thing, and it's whatever floats your boat. Okay, great. Now you are a world hero. Last question, Karsten. When do we see you in Reykjavik, Iceland, running? I don't know. Hopefully soon. Hopefully soon. Takk fyrir. Thank you, Karsten. Henrik som har på 7:45,54. Den kan vel bli litt vanskelig å ta her i dag. Ja,
passering her nå. Skjema til 7.50, sier 5.14. Her er han på 5.14 av 5.5.29. Det betyr at Jakob har økt litt, tror jeg, etter at Erik Ude Pedersen ga seg. Philip, kanskje? Philip, hva sa jeg? Jakob. Han kommer litt senere. Er det rart det går i sur? Folk får 7 unger. Jeg synes det er merkelig at ikke vi roter mer egentlig med det navnet enn det vi gjør. Jeg tror det en Philip som har siktet seg inn på Norgesrekorden til storebror Henrike. Virker som han har økt farten, ikke bare 1 knepp, men 2 knepp her, Philip. Men må hente over 1 sekund på runden på siste 1000 da, men det går voldsomt unna med Henrik nå, så ser det jo så elegant og avslappet ut, og det ser ut som han leker seg i den farten her. Det en kapasitet som vi ikke har sett på en norsk løper, kanskje. Sæl verið aftur heima eða hvar sem þið sitið. Það ekki við öðru búast þegar að Ingebrigtsen á brautinni eins og núna en að það sé gefið vel í. Nú fáið þið að heyra muninn á Sigurbirni Árna Arngrímssyni og Frey Ólafssyni. Því miður ég ekki með tempóið eða hraðan eða nákvæmnina í lýsingunni. Ég leyfi myndinni bara hreinlega að njóta sín. Það því miður engin spenna framundan. Philip Ingebrigtsen að fara að sigra þetta hlaup. Það get ég sagt ykkur. Ég veit að Sigurbjörn Árni væri fær að búa til spennu úr þessu atriði. Einum manni að hlaupa í mark. Ég get það ekki. Því miður. En ég vona þið sem að heima sittið eða standið að þið hafið notið þess eins og ég að sjá Karsten Warholm í smá viðtali. Ég stóðst ekki mátið að skella inn þó að það væri á ensku við Karsten. Einstakur íþróttamaður Karsten Warholm, en það líka Philip Ingebrigtsen sem hér að tæta upp brautina. Við berum í Noregi þar sem við erum að senda beint í streymi frá NM innanhús í frjálsum. Við erum búin að sjá 2 bætingar hjá Íslendingum hér í dag. Við sáum áðan hana, eða sáum ekki, við bara fréttum af því að María Rún Gunnlaugsdóttir, hún bætti sig í hástökki. En þarna var Philip Ingebrigtsen að koma í mark með yfirburðar sigur. Við erum ekki búin að sjá það síðast af Ingebrigtsen hér í dag því að á eftir erum við að fara að sjá yngri bróðurinn, Evrópumeistaran Jakob Ingebrigtsen hlaupa 1500 metra. Ég sá að hann sparaði sig nú ekkert í uppbytunni, Jakob Ingebrigtsen. Hann var á brettinu í gær á hótelinu, hljóp vel og lengi, fyrst langt og síðan spretti og síðan var hann aftur kominn, Jakob Ingebrigtsen, og hljóp aftur í morgun þó hann væri að keppa hérna í dag. Hann greinilega munar ekkert það að hlaupa nokkra kílómetra þó hann sé að fara að keppa í 1500 hérna á eftir. Þetta mögnuð fjölskylda og miklar hetjur hér í Noregi og rauninni fjölskyldan já sem sagt öll. Þeir eru þjálfaðir bræðurnir af pappa sínum, pappa Ingebrigtsen, og með í raunveruleika sjónvarpsþætti hérna í Noregi. Þar sem að fylgst með lífinu, sem að auðvitað verulega mikið litað af íþróttunum, og raunar var hér barnamót hér í morgun og einn af þeim síðustu til þess að keppa var yngri systir þeirra, Ingebrigtsen bræðra. Þannig að það var gaman. En þarna hann kominn í viðtal, Philip Ingebrigtsen. Hér hann á heimavelli í norska sjónvarpinu og þeir að sjálfsögðu sína frá honum. Heyriði, þarna sjáum við nú eitthvað áhugavert. Erum við ekki að ætli þetta sé ekki. Hér alveg örugglega lærisveinn Vésteins okkar Hafsteinsson að koma inn á skjáin. Já, þarna sáum við Véstein Hafsteinsson, heimsklassa þjálfaran, uppalinn á Selfossi og nú að þjálfa bestu kastara heimsins og mikils metinn og hefur komið mönnum eins og þið vonandi væntanlega mörgvitið alla leið.
á toppinn og ég held að þetta sé Fanny Roos sem hafa verið að kasta þarna. Fanny Roos sem Vésteinn er að þjálfa, hún er leiðir í kúluvarpinu og með 17,73. Hvert viðtalið rekur annað hjá þeim í norska sjónvarpinu, eða norska streyminu, því að þetta er streymt út víðan völl. Ég ætla að bjóða ykkur upp á viðtal. Ég ætla að spyrja hann aðeins út úr hann Gunnar Páll Jóakimsson hérna eftir smá tíma og þegar aðeins út í hlaupið. Hann er þjálfari Anitu Hinriksdóttur og við þurfum aðeins að spá í hvar Anita er stödd í sínu ferli. Hvað olli því að Gunnar Páll telur að hún hafi ekki náð nema 4. sætinu hérna áðan. Við viljum sjá meira sjálfsögðu Íslendingar frá Anitu Hinriksdóttur og ég verði í þular hlutverkinu hér á eftir og spyr hann út úr. Þetta er hérna blik. Já, næst hleyp ég niður, tala við Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfara. Så det litt rot innimellom. Det kun hun og Erika Kinsey som har gått over 1,87. Det eneste at Kinsey hun har ikke revet enda i det hele tatt. Hun har gått over alt, eller alle høydene hun har prøvd seg på. Og hun går da opp. På en andre plass blir det vel. Linda Sandblom, sitt siste forsøk på 1,87. Finsk jenta kan klare å komme over og fortsatt være med i konkurransen. Nei, det går ikke. Da er det over og ut for Linda Sandblom. Það styttist í viðtali við Gunnar Páll Jóakimsson en ég sé líka að það er ólympíumeistari komin á brautina. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir er komin á brautina. Hennar hlaupagrein er samkvæmt skemanu hér í dag klukkan 14:45. Það er eftir 6 mínútur. Mér sýnst hún vera í fyrri riðli Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. Þess vegna er óhætt að hlaka til, en ég ætla að sjá hvort að ég næ Gunnari Páli fyrst til okkar. Já, Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir er sannarlega efnileg hlaupakona. Hún er hér að hlaupa á 3. braut sem er innsta brautin. Innsta brautin af þeim sem eru hlaupið á hér í Berum og það verður virkilega gaman að sjá hana hlaupa eftir nokkra mínútur. Og hérna sennilegast verður viðtalið við Gunnar Páll bara í beinu framhaldi af hlaupi Guðbjargar Jónu frekar heldur en á undan því. Það er allavega mjög tæft. Já, við tökum það. Það er fyrst eftir 4 mínútur hleypur Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 200 metra á 3. braut. Hún er komin og er að undirbúa sig og að því loknu tölum við Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfara Anitu Hinriksdóttur. Við þurfum aðeins að fá upp úr honum betur hvað Anita hann hefur að segja Anitu. Það er búið að vera eins og þetta hefur nokkurn veginn farið eins og við áttum
von á. Þetta hefur verið stórskemmtilegt mót hér í dag og eftir eru samt einhverjir stærstu viðburðirnir. Fyrir okkur einn af þeim stóru að Guðbjörg Jóna hleypur 200 metra og fyrir mótið í heild það stórt að Jakob Ingebrigtsen. Hann mun hlaupa 1500 metra og það klukkan 15:30. Þannig að það svolítið í það. En fyrst munum við hér á eftir, við horfum á Guðbjörgu Jónu. Við munum taka viðtal síðan bæði við Guðbjörgu Jónu og við munum taka viðtal við Gunnar Pál Jóakimsson. Hver veit nema við náum Hástökks drottningunni, leyfi ég mér að segja, Maríu Rún Gunnlaugsdóttir, hún ennþá inn á brautinni, en ég vona að við náum að spjalla við hana hérna á eftir. Þannig að það eftir til margs að hlakka hér í útsendingunni. Ég vona að þið njótið og ætla ég að leyfa mér einu sinni enn að þakka athletictv.dk fyrir frábært samstarf og í rauninni að gera þessa útsendingu mögulega og ljóst að þetta verður framhald af samstarfinu milli Norðurlandana í streymi og miðlun. En góðir hálsar, ég býst við að þið séuð að sjá eitthvað svipað og ég á skjánum hjá ykkur núna. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. Hún að koma hérna. Guðbjörg Jóna Íslendingum að minnstakosti að góðu kunn og í rauninni ansi mörgum fleiri þó hún sé kornung stúlkan. Og við náttúrulega gætum okkar að setja ekki of mikla pressu á unga íþróttamenn. Þeir verða að hafa tíman til þess að þroskast, vaxa og dafna. En það vita samt nú þegar margir hver Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir ólympíumeistari ungmenna Hana sé ég núna á skjánum og ef þetta ekki of mikið úr takti þá sjáu þið líka. Og í þessum riðli eru þessar hörkuhlaupakonur að fara að hlaupa 4 og 4 á eftir. Það eru 4 í hvorum riðli og það Guðbjörg Jóna sem að á 24:05, hún á í rauninni næst besta tíman. Þannig að þetta mjög sterkur riðill. Það Lísa Lilja sem hérna á næst ystu brautinni, á 5. braut, sem á 23:86 í ár. Það gríðarlega góðu tími. Það get ég allavega sagt ykkur. Það ekki og 23:27 á Helena Rönningen sem hérna að hlaupa á ystu brautinni. Þannig að þetta alveg svakalegur hraði. Guðbjörg Jóna farin af stað og þær eiga gríðarlega góðan tíma. Guðbjörg Jóna ung og efnileg á framtíðina fyrir sér, keppir hér í fullorðinsflokki á móti gríðarlega sterkum hlaupurum. Kemur hérna 4. í mark. Hún kemur 4. í mark. Það ekkert smá hlaup hérna. Helena Rönningen 23:58. Þetta eru engar smá hlaupakonur. Hún hleypur á betri tíma heldur en að við áttum heldur en að besti skráður tími var hérna inn í hlaupið og var vitað náttúrulega, heyrði við ramman reypa draga hjá Guðbjörgu Jónu. En gaman að sjá svona tíma hér, 23:58, rétt frá sínu besta. Helena Rönningen, hún á best 23:27. Þá skellum við mig niður á golf og tek viðtal við Gunnar Pál Jóakimsson og vonandi Guðbjörgu Jónu síðan á eftir þegar hún verður búin að blása mæðinni. Fylgist með annars streyminu var áfram án blaðursins í mér og þið getið sömuleiðis skoðað úrslitin. Það komin slóðin á nn.fri.is beint á úrslitin ef þið hafið ekki fundið þau áður. Heyrumst eftir 2 mínútur eða svo. Var i Karlsruhe og slo fjorårets internasjonale stjerneskudd
Juan Miguel Echevara fra Cuba. Det årsbeste i Europa faktisk, 8.08. Det det. Og den store favoritten til å ta dette, og 8.05 viser at han fortsatt har det inne. Gjort en fantastisk serie igjen. 7.89 og 7.96 det også i den serien der. 8.05. Ja, et nytt, sterkt svensk lengdenavn, altså. I tillegg til Mikael Tornéus. Nei, river her Tonje Angelsen. Ja, et riv der på 1.90. Har klart det før i år da. Det ingen andre som har gått over 1.90. For Erika Kinsey, hun rev også i sitt første forsøk på samme høyden. Så det del 2 av denne finalen. Vi så vidt der Astrid Glenner Fransen fra Danmark. Løper i ytterste bane. Løper da mot Aino Hulkinen, Daniela Busk. Og så det Astrid Mangen Ingebrigtsen i indre bane. Eller den innerste av de 4 som løper, i hvert fall. Ja, ikke riktig like heldig med banetrekningen til Astrid Mangen Ingebrigtsen da. Men hun regjerende mester da. Vant NM i Haugesund for en ukes tid siden. Jobber fulltid som lærer. Vang. Fyller jo bare noen dager til. Hun fyller 25 år. Og tiden å slå altså 23.58. Hvis man vil... Hjá mér kominn Gunnar Páll Jókensson, þjálfari Anítu Hinriksdóttur. Hvað segir hlaup Anítu í dag? Ja, fyrsta lagi vonbrigði auðvitað. Þær eru mjög jafnar og sjálfur sér góðar þarna, ja 5 stelpur en á góðum degi á Aníta að vinna þeir. Og svona með við síðustu æfingur þá var ég alveg vongóður það sko. Þannig að og það byrjaði þannig að við getum ekkert sett út á það. Það var bara alveg hæfilegur hraði til dæmis í gegnum 400 metrana en það ekkert launungunum ála. Við höfum átt í erfiðleikum aðeins í hraðæfingunum og hlaupin sem eru búin núna á undan þessu voru ekki alveg sterk og við vonumst eftir. Síðan reyndar höfðu síðustu æfingar gengið þannig að ég var alveg vongóður en nei, hún bara hafði þetta ekki síðustu 200 og síðan náttúrulega sko þegar það fara 3 svona snöggt fram úr svona lítið eftir sko þá náttúrulega kemur bil sem þú getur reyndar ekkert lokað þannig að hún hefði þurft að geta svarað bara leið þegar hún finnur að koma þannig að raunverulega þegar eru 3 konar fram úr og stutt eftir þá hlaupið bara því miður búið. Hvað þýðir þetta hjá þjálfaranum í strategíu? Verður einhverju breytt? Hvað leggja áherslu á næstu daga og vikur fram að næstu mótum? Það já, þetta hefur náttúrulega áhrif. Líka það að þetta svona harður heimur í mótahaldinu og hún hefði þurft að hlaupa hraðar í dag til að komast inn á mót sem okkur langaði til að tæki þátt í núna á næstu 10 dögum. Þannig að það breytir því, þannig að við þurfum að leggjast yfir þetta og hugsa pínulítið, já, upp á nýtt, ekki kannski upp á nýtt, en svona, þetta ekki alveg eins og við hefðum viljað að loka undirbúningunum væri fyrir Glasgow og við þurfum að leggjast yfir þau og skoða það. Gangi ykkur vel við það, Gunnar Páll Jókensson, takk fyrir. Takk. Akkurat sett Erika Kinsey gå over 1.90 i siste forsøk, mens Tonje Angelsen har dessverre ikke kommet seg over 1.90. Hun har 3 riv og ute. Vi får Amund Høie Sjursen i lengde. Siste forsøk da Amund som også sprang 60 meter for Norge. Et kjempetalent som har fått vært skadefri
over litt tid da, og hatt god effekt av det inn i 2019-sesongen. 7.31 er det han hadde som beste hopp før dette. Det var ikke helt maksnivået sitt her da, kanskje. Det er vanskelig å ta på øyemål, det. Akkurat den der. Men Erika Kinsey, bare for å ta det, vi vil da vinner av damenes høyde. Det gjelder herrenes konkurranse. Så er det Jannik Clausen fra Danmark som leder den med 2.12. Ja, der kom han så over 2.20 faktisk. Han leder fortsatt konkurransen. Det må ha vært Barten som gjorde det, Vebjørn. Litt sånn tynt høydenivå på herresida i Skandinavia akkurat faktisk. Vi har gode tradisjoner både i Norge og Sverige. Veldig sterke høydehoppere, men på herresida nå så er det litt tynt. Altså den nordiske rekorden innendørs i høyde for herrer er det jo Patrick Sjøberg fortsatt som har, så vi skal tilbake til 1987 da han gikk over 2.41. Sæl verið þið aftur. Þá Þulur komin aftur hér upp á herri hæðir. Það er ótt að þakka Gunnari Páli Jóakimssyni fyrir hans störf við að þjálfa afreksmenn. Hann er sá sem að þjálfað Anitu lengst af. Þetta var fróðlegt viðtal við hann, mjög svo. Evrópumeistaramótið er í byrjun mars og þarf Anita að hlaupa betur heldur en þetta. Það er alveg ljóst. Í stangastökkinu sjáum við þið hér að það er alveg gríðarlega öflugir stökkvarar hérna í dag. Og þarna sáum við stökk frá, ég sé nú ekki einu svona hvaða hæð þetta er sem að við sáum, en ég gæti nú væntanlega fundið út úr því. Þetta var náttúrulega, já þetta var bæting, takk fyrir, já hann er þetta sýnt á skjánum. Melkersvort Jakobsson, 5.82. Þetta er engin smá stökk. Og svo já, þannig þetta eru hörkukeppni hér í öllum greinum. Í okkar íslensku keppendum gengið misvel, sumum alveg bráðvel, öðrum ekki jafnvel. Guðbjörg Jóna var alls ekki ánægð með sig, ég hitt hana hérna niðri fyrir augnabliki og það er bara mjög eðlilegt fyrir bráðunga íþróttakonu, það gangi stundum vel og stundum ekki vel. Framtíðin er Guðbjörgar Jónu, hún hefur nægan tíma til þess að finna sig ennþá betur í heimi fullorðina í frjálsum. Hún er ennþá unglingur og okkur liggur ekkert á. Það er þannig með afreksmenn í frjálsíþróttum að það hefur sýnt sig að þeir ná yfirleitt sínum besta árangri þegar aðeins allavega líður á þrítugsaldurinn. Þannig að hún á langt eftir henn. Auðvitað er aðeins misjafnt eftir greinum, en það er alveg óhætt að segja með spretthlaupara eins og Guðbjörgu Jónu, hún á langt eftir henn í að ná sínu besta. Þannig að þetta þarf að hugurinn og líkaminn að vera heill til þess. Vonum það. Nú framundan hér er viðtali ætla ég mér að ná við hana Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Henn er ekki ennþá hleypt út af vellinum fyrir hástökkinu. Það verður hlaup hér, 1500 metra hlaup. Þar stendur til að Anita Hinriksdóttir hlaupi sem héri. Og vona hún gerir það, en það er nú svo sem ekkert sem er sérstaklega spennandi fyrir okkur Íslendinga að fylgjast með. Sjá hana hætta eftir nokkra hringi. En það sem allavega ég hlakka til að sjá sérstaklega, það er Jakob Ingebrigtsen að hlaupa 1500 metra hlaup klukkan 15:30. Það er alveg hægt að hlakka til þess. Það er nú bara hreinlega ekkert svo langt eftir. Það eru rúmlega
hálftími eftir í að það hlaup komi og í millitíðinni viðtal við Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Þéttskipaði bekkurinn og hér eru þessir öflugu hástökkvarar sem að María Rún er búin að vera að keppa við. Það var vitað fyrirfram að það væri við ramman reip að draga hjá Maríu Rún. Þær eru, hér er það stúlka frá Svíþjóð sem að heitir Erika Kinsey sem er búinn að stökkva 1.87 hef ég lesið þetta rétt, ef ekki 1.90. Hún er búinn að stökkva 1.90 en fellir hér, hún er búinn 1.94. 1.94 upp á töflunni. 1.94 sem að Erika Kinsey, sigurvegarinn í hástökki kvenna, það að stökkva. Og en þá allt í fullum gangi hér. Hér er kátína og gleði hjá Móniku Elisabeth Benserud. Hún var að væntanlega bæta sig. Hér er hún búin að stökkva, það er 13.25 í síðustu umferð. Mónika Elisabeth Benserud. Við höfum nú ekkert fylgst með þrístökkinu. Við höfum verið með athyglinna á okkar keppendum hér í íslenskum mótinu. En við getum samglaðst með frænku okkar Móniku Benserud með að bæta sig í þrístökkinu. En þessi er hins vegar með okkur í liði. Ef þið sjáu þetta á sama tíma og ég á skjánum hér. Svo það er númer 118 Janne Nielsen sem er búin að stökkva ennþá lengra heldur en Mónika. Hún er búin að stökkva 13.40 og hún leiðir keppnina. Það erum við ánægðir með, Íslendingar, í sameiginlegu liði með Dönum. Og nú 118 Janne Nielsen sem að var að stökkva og stökkva þetta leið, en hvort það var gilt, það er annað mál. Sjáum það ekki enn. Hún er að stökkva 13.40. Þær eru nú nokkuð frá heimsklassa, verður nú að segjast hérna í þrístökkinu. Og mér er sagt að hljóðið mitt, þar sem að talið mitt sé nú víst eitthvað á undan útsendingunni. Þannig að ég vona að ég sé ekki að skemma stemminguna allt of mikið fyrir ykkur með því að uppljóstra einhverju áður en þið sjáu það á skjánum. En svona er þetta stundum, þetta streymi. Það er sitt hvor rásinn. Þeir eru komnir hér í 200 metra hlaup karla í blokkirnar. 200 metra hlaup karla er komið af stað. Og þeir eru hérna að berjast. Mattias Huve Jóhannsson og Erik Annerfalk eru að berjast hér og það virðist vera normaðurinn Mattias Huve Jóhansson sem sigrar á 21.28 í 200 metra hlaupi karla fyrri riðli. Seinni riðlinn ennþá eftir og það er fleira eftir hérna í útsendingunni því að við eigum eftir að sjá Hanna Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Núna er hún að ganga út af
út af vellinum og kemur til mín rétt bráðum í viðtal og það verður sömuleiðis skemmtun hérna á eftir þegar við sjáum Jakob Ingebrigtsen, kollunga Evrópumeistarann frá því í Berlín í sumar, hlaupa hér 1500 metra á eftir. Þannig að áður en að við slítum hérna útsendingu eigum við eftir að sjá skemmtilega hluti. Við eigum eftir að sjá núna rétt bráðum seinni riðilinn í 200 metra hlaupi karla. Það er ennþá hér í gangi þrístökk kvenna og 1500 metra bæði kvenna og karla eftir. En þær eru hérna í þrístökkinu, konunnar. Við býst við að þið sjáuð norska stökkvara hér sem ég hef ekki hugmynd hvað heitir. Og við erum bara ekkert að stressa okkur á því í augnablikinu. En gleðin er sönn, sama hvað hann heitir, blessu stúlkan. Og ég ætla að gera mig kláran til þess að grípa hana Maríu Rún Gunnlaugsdóttur. Ég bið ykkur að njóta streymisins bara þangað til. Og það er bara svoleiðis. Heyrumst eftir 3 mínútur cirka. María Rún Gunnlaugsdóttir kemur þá í viðtal. Onsdag var den siste ut i damenes konkurranse. Det skal vel da bety at Janne Nilsen vinner foran Oda Utsi-Onsdag med Monica Elisabeth Bensrud på en tredjeplass. God norsk innsats der. Så vi har de 4 siste på 200-meteren. Even Pettersen, Dennis Forsman, Roope Saarinen og Andreas Trajkovski. Der har vi Trajkovski. Ser ikke at det er ikke noe automatikk i at det er noen her som slår den tiden til Johansen. Nei, det er ikke det. Det her kan fort bli at Johansen vinner dette. Even Pettersen psyker seg litt grann opp her før han går ned i startblokka. Even Pettersen trener i Trondheim, studerer på NTNU. Ganske tøff studiebelastning periodevis, men disiplinert og får til å kombinere både tøffe studier og solid trening. Og vant NM for en uke siden i Haugesund, gjorde Even Pettersen. Ganske jevnt på de første 100. Der er det Finnen som tar igjen dansken her. Stormer fram mot mål. Roope Saarinen tar dette ganske greit. Tiden da, 21.36. Den er ikke god nok. Dermed vinner Mathias Håbe Johansen 200 meteren her og sørger for at Norge soper inn litt flere poeng. Ja, der fikk vi nok en øvelsesseier. Jeg har ikke sett den oversikten på en liten stund, men forhåpentligvis ser den litt bedre ut nå enn den gjorde første gang vi så den. Da var det nitrist lesing. Ja, det var ikke mye å rope hurra for. Even Pettersen, 21.64. Det er... Ja, det er bedre enn jeg ble norgesmester på. Ja, det er det. Det er ganske 21.90. Sterk forbedring av sin personlige rekord. Han hadde 21.79 fra før, nå 21.64. Det er bra av Even Pettersen. Da blir personlige rekorder på begge de to norske. Vi begynner å nærme oss nok et blad
Ingebrigtsen. Vi skal ha 1500 meter, om ikke så alt for lenge. Her har vi resultatene i Norden-kampen. Norge ligger ikke lenge sist. Det er bra. Vi har gått forbi Danmark, Island. Og håpløst opp til Sverige og Finland er det vel ikke, men det er meget jevnt i den kampen om å vinne der. Mens på herresiden så ligger vi ett fattigslig lite poeng bak Finland. Og det kommer Jakob Ingebrigtsen til å gjøre noe med når han skal ut på sin 1500 meter om ikke så alt for lenge. Kulestøt-konkurransen. Den er jo ferdig, den konkurransen. Vi så Evelina Rovali fra Finland, tredjeplassen. Frida Åkerstrøm, andreplassen. Mens Fanny Ros, som var den store favoritten, vant denne konkurransen omtrent 1,5 meter foran... Aðeins verður ennþá bið á viðtalinu við Maríu Rún Gunnlaugsdóttur og sömuleiðis styttist hérna í hlaupið 1500 metra hlaup karla. þar sem við fáum að sjá Jakob Ingebrigtsen, Evrópumeistara hlaupa. Og það var lærisveinn hans Vésteins Hafsteinssonar sem sigraði kúluvarpið. Fanny Ros fór þar nokkurn veginn eins og við bjuggumst við, má segja. Eftir augnablik, eftir nokkrar mínútur skulum við segja, vona ég nái henni Maríu Rún til okkar. Viðtal. Både jentene og herrene. Jakob Ingebrigtsen vel blant favorittene på herresiden. På damesiden stiller vi med regjerende mester, altså norsk mester, Sigrid Jervel Våg og Amelie Sæten, som debuterer innendørs her i dag. Men de skal jo da forsøke å hamle opp med Lisa Havel fra Sverige, som har 4:17,76 tidligere i år. Relativt åpen den 1500 meter for jenta. Anita Hinriksdotter som sprang 800 meter for Danmark, Island litt tidligere, så sagt at hun... Það staðfest að María Rún Gunnlaugsdóttir kemur til mín í viðtal eftir svona 3-4 mínútur og í framhald af því verður, fljótlega eftir það verður hér lokagrein mótsins, má segja, 1500 metra hlaup karla. Við sjáum Anitu Hinriksdóttur, hún inn á brautinu núna, hún ætlar að héra fyrir 1500 metra stúlkurnar. Þannig að þið getið fylgst með henni meðan að ég fer og undirbý mig fyrir viðtal við hana Maríu Rún Gunnlaugsdóttur sem var að bæta sig hér í hástökkinu innan hús á Norðurlandamóti í Bærum. 28 og Monica Elisabeth Bensrud med en flott ny personlig rekord, 13:25. Moro at de norske jentene viser seg fram i den konkurransen. Så det tresteg herrer. Nei, lengde, unnskyld, herrer. Der var det vel aldri noen veldig stor tvil om hvem som skulle stikke av gårde med seier. Det var en klar favoritt på forhånd. Og Tobias Nilsson Montler, han innfridde 8:05, det bare 3 centimeter bak årsbeste i Europa, som også han har. Mens Henrik Låtnes og Amund Høie Sjursen tok 5. og 6. plassen. Samlet seg veldig nasjonen i den konkurransen, Vebjørn. Ja, det ble parvis på resultatlista. Svenskene med en sterk laginnsats her da, 8:05, 7:71. Elegante, høyreiste Tobias Nilsson Montler mot krafthopperen Andreas Otterling. Løste det teknisk litt forskjellig, men det er Montler som er i ferd med å ta over lengdetrona i Sverige hvis ikke de mer etablerte får dreis på saken igjen.
Det veldig spennende altså i Norden-kampen, spesielt på kvinnesiden. Det kun 1 poeng som skjeller Finland og Sverige. 103,5 poeng til Finland, 102,5 til Sverige. Så det et lite stykke ned til Norge og Danmark-Island. Men det gøy at det litt spenning i sammendraget der. Vi venter nå på 1500-meteren og ser Erika Kinsey som vinner høydekonkurransen. Går over 1,90, mens Tonje Angelsen tar andreplassen. 1,87. Sigrid Kleive 1,70. Og herrenes konkurranse da. Janne Clausen vinner. Går over 2,20. Jonas Kløygård Jensen tar andreplassen. Det blir dobbelt dansk. Hingað komin María Rún Gunnlaugsdóttir sem á núna, ólíkt því sem var í morgun, best 1,75 í hástökki. Hvað segir þetta, María Rún? Já, ég bara sátt að fá einn bæting. Bæting bæting, þannig að ég bara ánægð. Það gott að heyra. Heyrðu, en þú ertu búin að bæta þig áður í ár, eða hvað þetta? Já, ég bætti mig á, fyrir 3 helgum í 74. Þannig að þetta var alveg inni. Þannig að já. Frábært. Heyrðu, en hvernig var að keppa hérna í dag? Hvernig var keppnin? Þetta var mjög sterk keppni og stelpur sem eiga alveg vel yfir 90, ég held að þessu 97. Þannig að við vorum svona frá 75 til 90, já, ég held að hún eigi 97 þessi sem vann. En það vannst á 90 núna. Þannig að það var mjög sterk keppni. Nú vill svo óbeilega til að gæstirnir heima fengu lítið að sjá af þér, þannig að þú verður eiginlega bara að lýsa stökkinu. Viltu lýsa fyrir mér þessum 2 stökkum á 1,75? Sko í rauninni fyrra stökki á 75, það var alveg mun betra sko. Ég hélt að ég væri komin yfir það, en síðan seinna stökki það var heila mun verra stökk og svona kom aðeins meira við annað en hún hélst uppi. Það eina sem skiptir máli. Og hvað svo? Hvað var hækkað? Það var reyndar hækkað síðan upp í 1,80, með smá mikil hækkun, þetta svona bæting, en það er bara fínt að pröfa stökk á hæðir. Þá það bara stóra spurningin, þú heldur þessu tempo áfram bara, bæting áfram? Já, ég held að því ekkert annað sko, það þraut næstu helgi, þannig að það er bara búið gott. Ok, segðu þá okkur aðeins frá, ertu þrautarkona, María? Já, ég í 7 þraut, þannig að hástökki bara ein af 7 greinum þar, þannig að það er bara fínt hver sentimeter skiptir máli upp á stíginn, þannig að það er bara, já, spennandi. Og einhver stór verkefni sem að þú horfir til í vor eða í sumar? Sko í sumar er Evrópubikar í þraut. Það er á 2 ára fresti, þannig að það er svona held ég stærsta þrautamóti sem maður fer á. En síðan eru landsliðsverkefni eða smáþjóðleikar og Evrópubikar líka, þannig að það verður nóg að gera. Það er nóg að gera og það er alveg ljóst með hvaða siglingu þú ert á að þú ert hvergi nærri hætt. Já, það er satt. Held bara áfram. Frábært, heyrðu, til hamingju með bætinguna María Rún og takk fyrir að koma í viðtal á streyminu. Takk fyrir það. Der det ble presset veldig mye på tid. Anita Henriksdottir fra Island her med start nummer 105. Barnestjerna da, som var så god som aldersbestemt løper. Fikk ikke helt til å stemme på 800 meter. Jeg ble litt presset i siste svingen og trakk seg litt. Ja, gjorde det, men det er jo et svakhetstegn egentlig. Bare at du blir presset når farten ikke er større enn den har vært i det løpet der. Da bør man egentlig ikke ha så lite å gi når det er 100 meter igjen. Skal løpe med klokka i hånda her. Ja, og kommer til å prøve å se litt på klokka her og tenke at når jeg først har dratt til Norge og fått et løp denne helga, så legger jeg på litt ekstra da. Tar den harde jobben her. Da har vi bull-løperen, Sigrid Jervelvåg, regjerende mester. Amalie Sæten, 21 år gammel. Skal få prøvd seg nå innendørs. Det er mange som synes at den 1500-meteren kan være en litt guffen lengde. Jæja, sjáu þetta væntanlega hér það Anita okkar Henriksdóttir og þið væntanlega sjá hana líta á klukku sína því að það aðalatriði núna. Halda uppi réttu tempói,
fyrir þessa 1500 metra hlaupara. Ég hef nú ekki séð þetta mjög oft að hérinn horfi mjög reglulega á klukku sína, en hún gerir það hér samviskusamlega. Anita Hinriksdóttir á 100 metra fresti. Hún var hundfúl með 800 metra hlaupið sitt, þannig að hún hefur örugglega bara gaman að því að fá að hlaupa aðeins meira. Hlaupin eru í blóðinu á Anitu Hinriksdóttur. Báðir foreldrarnir heilmiklir hlauparar. Bæði Hinrik sem og Marta Ernsdóttir olimpíufari. Nei, bull í mér fyrirgefðu, frænka hennar Bryndís Ernsdóttir mamma hennar en Marta móðursystir hennar. Ég ætla ekki að rugla alveg í ykkur, fyrirgefðu. En það engum minna íþróttirnar. Bryndís mikil hlaupari og þær voru í sundi systurnar áður. En hér eru það hlaupin. 1500 metrar og það bara ein stúlka sem virðist ná að fylgja hér Anitu Hinriksdóttur eftir. Mér sýnist nú með þetta að Anita geti nú alveg hæglega rúllað og unnið þetta hlaup. Hún bara fengi til þess næði. Svo létt virðist þetta vera, en því ekki að heilsa því að hér eru 2 danskar stúlkur. Já, við sjáum í rauninni hversu auðveldlega Anita hefði getað skorað fleiri stig fyrir liðið því að þær eru í síðustu 2 sætunum hérna dönsku stúlkurnar í þessu hlaupi. En auðvitað alls ekki verið að leggja upp með það að stór hlaupari eins og Anita Hinriksdóttir að hún sé að hlaupa 2 keppnishlaup með nokkura mínútna millibili. En hún gerir hér þeim greiða. Það var sérstaklega beðið það af sænska liðinu að Anita myndi koma og hlaupa. Og hún var bara alveg til í það. Anita. Þið heyrðu væntanlega líka hvað Gunnar Páll Jóakimsson sagði. Þetta var svolítið babb í bátinn hérna hjá henni Anitu með þetta hlaup. Hérna hættir Anita okkar Hinriksdóttir hlaupinu eins og til var ætlast og leyfir þeim að taka yfir hér stúlkunum. Það Lisa Havel frá Svíþjóð sem leiðir hlaupið. Það hún sem Anita var að hjálpa, þannig að það kemur mér nú ekki mjög á óvart þó að Lisa Havel væri að hugsa Glasgow í þessu hlaupi. Það eru flestir sem hér eru í fremstu röð og þeir eru að hugsa hvernig þeir geti náð lágmarki til þess að komast inn til Glasgow. Það er meistaramót innanhús. Framfer hér. Og þegar þessu hlaupi lokið, þá fer hér fram 1500 metra hlaup karla. Þar skráð til leiks engin annar en Jakob Ingebrigtsen. Það engin smá kempa. Sá var Evrópumeistari í sumar. Það hlaup skráð hér að hefjast eftir 10 mínútur, þannig að það nú farið að síga á seinni hlutan, svo ég slengi eitt frasa hér. Það komið Lisa Havel, kemur hér fyrst í mark á 4:15,70. Nú ég ekki með tölurnar nógu mikið á hreinu hvort að þetta hér hafi draumur Lísu ræst, en mér sýnist bara að vera nokkuð gát. Og þreytt, reyndar líka. Hún lagði allt í þetta, Lisa Havel, svo sænska. Og fekk góða aðstoð frá Anitu Hinriksdóttur sem hélt uppi hraðanum hér. Líklega voru það fyrstu 1000 metrarnir af 1500 sem Anita hljóp. Lisa Havel himinlifandi
með þetta hlaup sitt. Það eru kátar þeir sænsku. Dansk-íslenska liðið getur nú ekki verið alveg jafn kátt. En hér sjáum þið litla drenginn, kornunga hlauparan Jakob Ingebrigtsen. Hann er kominn hér og hann fær meira að segja að sýnist mér að fara í viðtal fyrir hlaup. Hann er svo vinsæll hérna eðlilega hjá þeim. Hann á best 31.18. Reyniði það. Reyniði það, gott fólk. En það er óhætt að segja ykkur að þetta er engin smá hetja, Jakob Ingebrigtsen, sem við fáum til þess að hlaupa hérna á eftir. Jakob Ingebrigtsen er tvöfaldur Evrópumeistari frá því í Berlín síðastliðið sumar. Hann sigraði þar í 1500 metra hlaupi og 5000 metra hlaupi. Nú, hann vann árið 2017 á Evrópumeistaramóti ungmenna, bæði 5000 og 3000 og síðan hefur hann sigrað í ungmennaflokki í víðavánshlaupi fjórum sinnum. Það er hann með 4 titla það. 2016, 2017 og 2 titla 2018, bæði einstaklings- og liðakeppni. Þannig að hann er nú þegar, hann er fæddur 19. september árið 2000 og er 18 ára gamall. Þessi piltur frá Sandnes í Noregi sem að mun hlaupa hér á eftir 1500 metra. Við sáum Filip Ingebrigtsen, eldri bróðurinn, hlaupa hérna í dag. Sáum ekki Henrik Ingebrigtsen sem er þriðji afreksbróðurinn. Hann hljóp ekki hér í dag, en Jakob lætur ekki síst eftir liggja. Þannig að þetta er virkilega skemmtilegt og hefur orðið í rauninni bylting í norskum frjálsíþróttum við það að fá þessi ungstirni inn hér, bræðurna Ingebrigtsen og ekki síður Karsten Warholm sem var í viðtali hjá okkur hérna áðan. Þetta hefur breytt miklu með áhugan. Það er gríðarlegur áhuga á frjálsíþróttum hér í Noregi og ekki bara hjá áhorfendum. Það er mikill áhugi hjá markaðunum að tengjast þessum ungum mönnum. Þannig að það er virkilega hefur orðið kúvending á fjárhag norska frjálsíþróttasambandsins við þetta. En það er ekki bara áhuga á norskum frjálsíþróttum. Við finnum fyrir því hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands að það er mikill áhugi á frjálsíþróttum og það er ekki að undra þegar við erum með þessa ungu stjörnur sem að blómstra. Séðu þetta að það gengur á ýmsu á móti eins og þessu, en við höfum séð hérna í dag Kormák Ara Hafliðason stórbæta sig, hljópa á 48.55 hérna í dag. Við sáum Maríu Rún Gunnlaugsdóttur bæta sig og stökkva 1.75. Hafdís Sigurðardóttir gerði góða atlögu að Evrópumarkinu og stökk hérna 6.34. Hefði viljað stökkva 6.50. Hún náði því ekki lágmarki, en nær því eins og hún sagði í viðtalinu væntanlega, vonandi skulum við ekki segja, væntanlega kannski aðeins og bratt, en vonandi bara næstu helgi. Þær voru ekki alveg nóg ánægðar með sig ungu stúlkurnar, Þórdís Eva Steinsdóttir og Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir. En það vitum við að það kemur mót eftir þetta mót fyrir þessar kornungu stelpur og það skulum við vona að það eigi langa framtíð en þá fyrir sér í þessari frábæru íþrótt. En ég vona að þið hafið haft gaman af því að fylgjast með hérna í dag. Þetta er tilraunaverkefni, getum við sagt, þessi útsending hérna á nm.fri.is og hún væri ekki möguleg nema vegna þess að undanfarin mánuði ár, að þá hefur danska frjálsíþróttasambandið haldið úti atletictv.dk. Þeir senda út frá frjálsum en senda reyndar út frá fleiri íþróttum
og í rauninni alveg sérstaklega vel heppnað starf. Þeir eru með 1 starfsmann. Þeir nota sér nýjustu tækni, nota sér hýsingarþjónustu fyrir geymslu á vídeónum sem að þið eruð að horfa á nákvæmlega núna, og þeir nýta sér síðan sjálfboðaliða, þannig að það er 1 starfsmaður en 25 manna hópur ungra sjálfboðaliða sem að kemur að útsendingum eins og þessari. Þannig í dag hafa hér verið 4 ungir strákar, 18 til 22 ára gamli strákar sem að stökkva til spenntir þegar það kemur að útsendingu og vinna það í sjálfboðavinnu og eru þess vegna að hjálpa til við að færa ykkur þetta streymi hérna í dag. Og það er óhætt að segja að það er mjög líklegt vegna þess allavega hvernig ég hef upplifað samstarfið og það verði framhald á þessu samstarfi og raunar meðal allra Norðurlanda, því eins og framkom hér fyrr í útsendingunni að þá eru norskir tökumenn hér, þannig að bara þessi útsending 3 landa samstarf. Og það má segja að það sé þó svo nýjung hér að hér eru það samböndin sjálf sem að standa á bak við þessa útsendingu og hér eru það, þið heyrið hér í formanninum í sinni sjálfboðavinnu að lýsa þessu. Þannig að kostnaðurinn við útsendinguna algjörlega í lágmarki. Við fáum þessa útsendingu að gjöf frá athletictv.dk en það stendur ekkert á áhuganum, það er alveg greinilegt. Með ykkur sem eruð að hlusta núna, það er mikill áhuga á frjálsum og með þessu góða áhorfi mjög líklegt að þetta streymi fái að streyma í gegnum en þá vinsælli miðla heima á Íslandi í næsta sinn þegar það verður sendt út, því að þá að það sé ekki oft sem að frjálsar sjást, ekki nóg oft sem að frjálsar sjást í sjónvarpi, en þegar það eru sýndar fá þær met áhorf af því sem næst í hvert sinn. Heyrði, sjáu þið þetta, það er komið hérna í gang 1500 metra hlaup. Jakob Ingebrigtsen hleypur annar hér í hlaupinu. Ekki hef ég nú trú á öðru en að hann sé með einn voldugan hér að þarna fyrir framan sig. Hef fulla trú á því að þetta sé héri sem ætli að halda uppi tempóinu hérna í dag. Og það er Håkon Musholm frá Noregi, já það passar, þetta er 3. skráði norðmaðurinn hér inn í hlaupið. Og hann bláklæddur raunar, hann ekki í landsliðstreyju og það segir mér það að þetta hér inn í hlaupinu, Håkon Musholm. Stúkan býður hérna spennt, það er tróðfull stúkan, staðið með fram öllum hliðum því að þetta er framtíðin í frjálsum, mögulega ekki einu sinni í Noregi heldur í Evrópu og heiminum öllum. Þetta er Evrópumeistarinn 18 ára, kemur hann til Berlínar og sigrar í 2 hlaupagreinum. 2 hlaupagreinum 18 ára gamall. Og hann er þjálfaður af pappa sínum, æfir með bræðrum sínum og hann er þvílíkur keppnismaður og nagli og það er aðdánavert að fylgjast með honum. Ég sagði ykkur það einhverjum sem að heyrðu að hann er nú ekkert að dúlla sér neitt við æfingar þó svo að hann sé að keppa hér. Hann hljóp vel og lengi á hlaupabrettinu í gær, vel og lengi á hlaupabrettinu í morgun og hér er hann kominn og leiðir með yfirburðum 1500 metra hlaup að frátöldum héranum sem að heldur upp í rétta hraðanum, skulum við vona, eftir því sem að Jakob Ingebrigtsen vill sjá. Nú, hér er gaman að segja frá því að mótsmetið á bróðir Jakobs, Henrik Ingebrigtsen, það er 3:44 er sem sagt mótsmetið, en brautarmetið það á sömuleiðis, Henrik Ingebrigtsen 3:42:31 og Norðurlandametið á Kalle Berglund frá Svíþjóð 3:37:69. 18 ára gamall strákur er hérna að skokka, 2:40 var tíminn hér. Ef ég hefði vit á við Sigurbjörn Árna þá hefði ég getað sagt ykkur hvað verður mikið búið á hlaupinu og mikið eftir. En ég frekar fer í ættfræðina
Við skulum bara vona að hann sé að standa sig vel, hann Jakob, ég sé ekki betur. Virkilega vel og hann studdur áfram af fullum sal af fólki. 3:08 er tíminn komin í og hér hleypur hann bara, það loka spretturinn. Já, þetta bara síðasti hringurinn hjá Jakob Ingebrigtsen. Það búið að hringja bjöllunni. Það hlaut að vera með tímann sem kominn. 3:26 komið. Þegar ég horfi á þetta, það stappar öll stúkan, hún stendur öll upp fyrir Jakob Ingebrigtsen. Við erum að tala Norðurlandamet í 1500 metra hlaupi innanhús. Norðurlandamet í 1500 metra hlaupi innanhús. Jakob Ingebrigtsen rúllaði þetta rétt. Hann sparaði sig ekkert. Troðfull stúkan himinkátt. Þetta magnað að sjá. Magnað að sjá. Jakob Ingebrigtsen, Norðurlandameistari, Norðurlandamethafi, tvöfaldur Evrópumeistari. Skildi hann verða heimsmeistari fyrir framan alla í haust? Já, ég leyfi mér að efast það fyrirfram, en hver veit við sjáum það síðar. Við sjáum Jakob Ingebrigtsen verða að heimsmeistara. Ég virkilega kátur með að hafa fengið að lýsa þessari keppni hér í dag. Ég þakklátur fyrir það að þú skildi gefa þér tíma til þess að hlusta og horfa á frjálsar. Ég vona að þú haldir því áfram. Ég vona að samstarfið við Athletic TV sem að gerði þetta mögulegt haldi áfram. Það óskandi og við ætlum ekki að taka fleiri viðtöl. Streymið mun rúlla hérna áfram í einhverjar mínútur áfram. Íslenska liðið þakkar þér fyrir að fylgjast með og fylgja sér eftir í þessa skemmtilega frjálsíþróttamóti, skemmtilega Norðurlandamóti. Við höldum heim á leið í kvöld, íslenska liðið, og við vitum að keppnistímabilið rétt að hefjast, þannig að ef þú hefur ekki drifið þig að horfa á frjálsar með þín augum, þá eru tækifæri til þess á næstu vikum. FRI, Frjálsíþróttasamband Íslands og athletictv.dk þakka fyrir sig og ég, Freyr Ólafsson, þakka alveg sérstaklega fyrir að fá að spreyta mig hér á mikrofóninu frá Berum í Noregi. Njótið kvöldsins. Takk fyrir mig og bless. Jakob og Philip så ikke på en kjempelett dag de gjør de her superresultatene her allerede. Så de litt stinn av trening og har ikke sloppet opp. De har ikke forberedt seg på det her, men likevel så grunnivået, basisen, så bunnsolid at de presterer sånn som de gjør her i dag. Ny norsk rekord. Ja, står det at Abdul Jalel blir nummer 4 da. 3:49,64, ja. Det bare jeg som tok feil på plasseringen. Han fortsatt ny personlig rekord på ham. 3:36,21. Det helt vilt hva han perser med her, Jakob Ingebrigtsen, og setter ny norsk rekord på 1500 meter menn. Og da ender Norden-kampen på denne måten for damene. Sverige vinner foran Finland, Norge på en tredjeplass, og Danmark, Island blir sist. Og på herresiden så vinner Sverige foran Norge, som avslutter sterkt. Vi lå sist, så oppe på en tredjeplass, og nå nummer 2. Det betyr at vi som i fjor. Vi slår så vidt Danmark, Island, mens Finland tar fjerdeplassen. Ja, da har vi hatt en spennende og en veldig fin dag her i Bærum idrettspark. Vebjørn, har du lyst til å oppsummere litt kort hvordan du har opplevd denne dagen? Ja, det har vært en fantastisk dag. Den har vært preget av Karsten Warholm, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Philip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen. Det gror i stav, det gror litt i tresteg for damer.